Ágætu gestir, velkomin á haustfund Landsvirkjunar 2012 sem ber yfirskriftina Arður í orku framtíðar hér á Hilton Hotel Reykjavík, Nordica. Og ég býð ykkur líka sem að sitjið heima við eða í vinnu og horfið á þessa útsendingu, beina vefútsendingu af vef Landsvirkjunar, landsvirkjun.is, hjartalega velkomin. Markmið opinna funda Landsvirkjunar sem þessa er að auka gagnsæi og stuðla að faglegri umræðu málefni fyrirtækisins. Þetta er í þriðja sinn sem Landsvirkjun efnir til haustfundar af þessu tagi. Fyrst var það gert árið 2010, síðan í fyrra 2011 og núna 2012. Og ég sé að á salnum í hvað hér er þétt og vel setið að hingað eru greinilega komnir yfir 400 manns. Þakka ykkur kærlega fyrir góða mætingu, en áður en að lengra er haldið þá er rétt að huga að aðalatriðunum í upphafi. Landsvirkjun er öryggisvottað fyrirtæki og mér ber því að fara yfir það þegar við erum að efna til svona stórs fundar að öryggisins vegna, ef að svo ólíklega vildi til að hér skapist einhver neyð, að þá vekja athygli ykkar á því að neyðarútgangar eru hér í nánast hverju horni þessa salar. Dagskrá fundarins er þannig að fyrstur mun taka til máls Hörður Arnarsson, forstjóri Landsvirkjunar, og erindi hans ber heiti Framsækni í alþjóðlegri fjármálakreppu. Síðan mun Einar Matthíasen, framkvæmdastjóri orkusviðs, tala ráðdeild og sóknarfæri í orkuvinnslunni, og að lokum Ragna Árnadóttir, aðstoðarforstjóri, sem mun tala traust sem vinnst með sátt við samfélagið. Síðan verður boðið upp á spurningar og svör og þau þrjú munu hér standa hér í pallborði, og við ætlum að ljúka þessu klukkan 4 og að því loknu verður boðið upp á kaffi og kaffiveitingar hér á eftir fyrir þau ykkar sem vilja vera hérna með okkur eftir og spjalla við okkur. Ég er með stjórn af fundinum, Magnús Þór Gylfason heiti ég og er yfirmaður samskiptasviðs Landsvirkjunar. Áður en ég gef herði orðið að þá langar mér að vekja athygli ykkar á heiti erinda þeirra, en þau taka mið af gildum Landsvirkjunar sem eru framsækni, ráðdeild og traust. En þá bara bið ég Hörð Arnarsson að gjöra svo vel. Ágætu fundamenn, ég vil taka undir orð Magnúsar. Það er afskaplega ánægjulegt að sjá hvað er góð mæting hjá okkur hérna í dag. Þetta er þriðji haustfundurinn og 5. svona stóri fundur. Við höldum líka síðan ársfundi. Þessir fundir eru okkar sem störfum hjá fyrirtækinu og stjórn fyrirtækis mjög mikilvægir. Með þessu erum við að ræða þær áherslur, þá stefnu sem að fyrirtæki er að móta við eigendur fyrirtækisins, fá umræðu bæði hér á fundinum og út í þjóðfélaginu, sem er okkur afskaplega mikilvægt til þess að tryggja það að við séum að fara í rétta átt. Á þessu fundi fram að þessu höfum við rætt ítrekkað stefnuna sem hefur verið í stöðugri mótun og munum gera það enn einu sinni í dag. Enda stefnan er hlutur sem þarf alltaf að ræða aftur og aftur, og í dag ákváðum við að nálgast þetta út frá þessu efnahagsástandi sem við höfum horft upp á. Það er ljóst að efnahagsástandið sem við höfum verið að vinna í undanfarin ár hefur verið allt annað heldur en það efnahagsástand sem við byggust við. Ég held að enginn árið 2009, þegar menn sáu efnahagskerfið vera að rétta á kútnum, áttu flestir von á að það myndi halda áfram. En raunin var síðan önnur að heimurinn hefur farið í langvarandi kreppu, eða langvarandi samdrátt sem vonandi nú tekur enda og mun örugglega taka enda. En í erindi mínu hér í dag þá mun ég fjalla stefnu og áherslur Landsvirkjunar og hvernig okkur hefur gengið að ná þeim markmiðum sem við höfum sett okkur og hvaða áhrif efnahagssamdrátturinn hefur á stefnu okkar. En það er kannski uppi að best að fara kannski í svona gegnum stefnur og endurforma hana og þannig að við munum hvað við erum að reyna að gera. Og þá er kannski fyrst áhugavert að velta fyrir sér hvað er það í umhverfi okkar sem hefur mest áhrif á tækifæri Landsvirkjunar. Þá er ég að meina alþjóðlegu umhverfi okkar sem hefur mest áhrif á tækifæri okkur og þá möguleika í að móta stefnu Landsvirkjunar. Því að umhverfi sem við störfum í er endurnýjanleg orkuvinnsla er afskaplega áhugaverð grein, jafnvel á tímum efnahagssamdráttar, og flestar þjóðir í heiminum, ef ekki allar, öfunda okkar bæði af stöðu okkar og þeim möguleikum, ekki síst þeim möguleikum sem höfum til þess að nýta þetta enn frekar.
En heimurinn stendur frammi fyrir mjög erfiðum verkefnum sem að tryggja framtíðar orku til nýtingar í hverju landi. Allar þjóðir heimsins nánast, nema Ísland og kannski Noregur og örfáar þjóðir í viðbót, eru fyrst og fremst að nota jarðefnaeldsneyti sem að allir vita að taka á endanum enda. Vissulega sífellt verið að finna fleiri gaslindir og olíu, en samt sem breytir það því ekki að þetta eru endanlegir orkugjafar. Þannig að þessar þjóðir hafa miklar áhyggjur af því hvernig þeir eiga bara að leysa sína orkuþörf. Og þar grundvallaratriðið hvernig tryggja því orkusjálfstæði. Allar þjóðir vita það að til að tryggja sjálfstæði þjóðanna hvað mikilvægast að tryggja orkusjálfstæði og tryggja samkeppnishæfni iðnaðarins í landinu. Þessi mynd þarna sýnir Evrópu sem að leiðir þessa þróun, en við skulum ekki gleyma því að allar aðrar þjóðir standa í raun og veru í sömu vegferð. Súlurnar sýna, bláa súlan sýna hversu mikið af orkunni endurnýjanleg, og á toppurinn þar sem ofan svona brotalína sýnir markmiðið fyrir 2020. Þarna sjáum við þessa miklu sérstöðu Íslands með mestu endurnýjanlegu orkuvinnsluna af öllum hlutfallslegum, en við sjáum líka hvað aðrar þjóðir eins og Bretland og Írland og Holland eiga langt í land. En það mikilvægt að gera sér grein fyrir því að þetta drifið áfram af orkusjálfstæði, samkeppnishæfni, með það að markmiði að gera þetta á umhverfisvænan hátt. Þetta eru ekki umhverfismál sem drífa þessa þróun, heldur grundvallar sjálfstæði þjóðanna. En hver staða Íslands? Hún í raun og veru allt önnur. Við byggjum þar á mjög mikilli og árangursríkri uppbyggingu raforkukerfis á Íslandi, sem hefur tekið síðustu áratugina, sem hefur byggt upp gríðarlega öflugt raforkukerfi, sem gerir það að verkum að við búum við mikið orkuöryggi. Við erum með hvað mest orkuöryggi af þjóðum OECD. Við framleiðum mestu orku per íbúa sem þekkt í heiminum. Við nýtum hana til þess að selja til orkufreks iðnaðar og flytjum það síðan okkur orku út með þeirra vörum. Þannig að við erum bæði búin að leysa orkuöryggið, við erum að bjóða samkeppnishæfustu orkuna og við gerum þetta algjörlega endurnýjanlega. Þannig að drifkraftur okkar að frekari orkunýtingu í raun og veru allt annar heldur en allra annarra þjóða. Þar sem að aðrar þjóðir gera þetta fyrst og fremst til að tryggja sjálfstæði sitt, til að tryggja orkuöryggi, samkeppnishæfni, og þjóðir eins og Bretar hafa miklar áhyggjur af því hvernig þeir munu tryggja það. Eins og orkumálaráðherra Bretlands sagði, hann ætlaði ekki að vera háður Pútín í framtíðinni. Á meðan búum við þessa einstöku aðstæðu. En hvað það sem drífur þá okkar ákvarðanir? Okkar niðurstaða það að það fyrst og fremst efnahagslegar ástæður sem að drífur áfram það að við höfum áhuga að skoða það að nýta frekari orkuauðlindir. Vissulega geta verið ýmsar aðrar ástæður. Við getum líka skilgreint hlutverk okkar í alþjóðasamfélaginu að stuðla að því að auka endurnýjanlega orku. Bara umhverfismál heimsins má sér styðja við okkar framtíðarsýn að nýta frekari orkuauðlindir á Íslandi. En í þessu erindi mínu og okkar stefnu þá nálgumst við þetta fyrst og fremst út frá efnahagslegu áhrifunum, að við séum að hámarka ákveðin jákvæð efnahagsáhrif á Ísland. Það drifkrafturinn af okkar frekari framkvæmdum. En það líka mikilvægt að við höfum það í huga að við erum með takmarkaðar orkuauðlindir. Þó svo við séum með mestu orku per íbúa, og þá kannski sérstæða okkar meiri íbúafjöldin heldur en orkumagnið. Og það alveg óháð því hvað kæmi út rammaáætlun sem nú til meðhöndlunar. Það breytir því eðlisinu ekki að þetta takmarkuð auðlind sem við erum að vanda okkur mjög mikið við hvernig við nýtum. En hver þessu efnahagslegu áhrif sem við erum að horfa á? Þau eru margs konar og við þurfum að horfa á heildaráhrifin til þess þegar við tökum okkar ákvarðanir. Í fyrsta lagi það fjárfestingaráhrifin, áhrifin og myndir þarna neðst. Þetta er hagvaxtaráhrif framkvæmda. Það er mikil hagvaxtaráhrif þegar við förum í framkvæmdir. Þessi áhrif eru hins vegar, þó þessu mjög jákvæð, sérstaklega þau eru komin inn á samdráttarskeiði, að þau eru hins vegar því marki brennd að þau taka enda, og þegar framkvæmdur lýkur þá áhrifin á hagvöxt jafn neikvæð og þau voru jákvæð þegar verkefni fór í gang. Þess vegna þurfum við að horfa á fleiri þætti, og þar eru rekstraráhrifin mjög mikilvæg. Jákvæð langtíma áhrif sem eru reksturinn af þeim iðnfyrirtækjum sem taka til starfa á Íslandi og virkjananna og viðhalds og annað sem fylgir.
En síðan leggjum við mikla áherslu á að það sé mikilvægt að horfa á þriðju hliðina sem arðsemisáhrifin og það raun og veru hámörkun á þessu þremur þáttum sem drifkrafturinn af því hvernig við teljum að við eigum að nýta okkar orkuauðlindir frekar í framtíðinni. Og það sem kannski mikilvægt með rekstraráhrifin og arðsemisáhrifin að þau sem eru varanleg, ekki tímabundin, og arðsemisáhrifin, ef horfur verða orkumörkuðum eins og þeir eru í dag, að þá má meira segja búast við að þeir verði vaxandi þó nokkurn tíma vegna aukinna verðmæta orku í framtíðinni. En hvernig hefur stefna Landsvirkjunar og hlutverk verið skilgreint við þessar aðstæður? Og það mikilvægt að horfa á þessar ytri aðstæður sem ráða öllu hvaða stefnu við getum mótað og hvaða stefnu við eigum að móta. Því að það það sem setur rammann fyrir þá möguleika sem við höfum. Við höfum kynnt þessa stefnu sem ég ítrekað á undanfarnum fundum, hún hefur verið að mótast. En stefna Landsvirkjunar hefur verið kynnt og ákveðin að hlutverk okkar sé að hámarka afrakstur af þeim orkuauðlindum sem fyrirtækin trúa fyrir með sjálfbæra nýtingu, verðmætasköpun og hagkvæmni að leiðarljósi. Og þessi mynd sem við sjáum, þetta svokallað hús, og þið munið sjá þetta hús oft í erindum hérna í dag og öðrum erindum sem þið munið sjá hjá Landsvirkjun á næstu árum. Þetta svona toppurinn á húsinu hjá okkur. Þetta aðalmarkmiðið okkar að uppfylla þessa stefnu eða þetta hlutverk. Við höfum skilgreint 3 stoðir undir þessu sem eru það að stunda skilvirka orkuvinnslu og framþróun, eiga viðskipti við fjölbreyttan hóp viðskiptavina og ná tengingu við evrópsku raforkumarkaði sem þessar 3 lykilstoðir sem hafa mest áhrif á að uppfylla þessa stefnu. Undir þessu eru svo 2 mikilvægar stoðir sem við berum líka mikla virðingu fyrir og horfum mikið á. Það að þróa hæfni og hæfileika starfsmanna til að takast á þetta verkefni sem við eigum sameiginlegt með flestu öllum öðrum fyrirtækjum. En svo grunnstoðan okkar sem kannski öðruvísi en flest fyrirtæki, að við þurfum líka að treysta á stuðning og samstöðu með opnum samskiptum við hagsmunaaðila. Það fyrirtæki eins og Landsvirkjun gríðarlega mikilvægt að starfa í sátt við samfélagið og hafa sterkan stuðning þjóðarinnar til að takast á við þau verkefni sem að fyrirtækinu trúa fyrir. Ég mun fjalla stefnuna hérna í heild sinni aðeins og eftir, taka helstu atriði sem við erum að vinna að. En síðan mun Einar Matthísen, framkvæmdastjóri Orkuhússins, hann mun fjalla sérstaklega skilvirka orkuvinnslu og framþróun og Ragna Árnadóttir mun í sínu erindi líka koma mikið inn á hvernig við reynum að skapa stuðning og samstöðu með opnum. En húsið grundvallaratriði fyrir alla okkar vinnu og alla okkar stefnu sem við erum að vinna að. Ef ég fer aðeins í gegnum þessar 3 stoðir sem við skilgreinum sem mikilvægustu þáttina til þess að ná þessu markmiði sem við sett fyrir fyrirtækið að hámarka afraksturinn. Fyrst má kannski segja, áður en ég fer í það að segja, það vantar ekki þarna þessi lykilatriði eins og hagvöxt og sköpun starfa, aukna þekkingu, útflutningstekjur. Á það ekki að vera stefna Landsvirkjunar? Hefur Landsvirkjun ekki miklu hlutverki að gegna, sérstaklega á þeim tímum sem við búum við í dag? Svar okkar við því, vissulega, en við lítum á það að þetta sé afleiðing af stefnu okkar og raun og veru með þessari stefnu þá séum við að hámarka hagvaxtaráhrif, hámarka fjölda starfa sem við sköpum, hámarka þekkingun og hámarka útflutningstekjurnar. Það hins vegar alls ekki ljóst að ef við farum í hina áttina að setja það sem markmið að skapa sem flest störf, þá alls ekki ljóst að það skapi mestan afrakstur af þeim orkuauðlindum okkur trúa fyrir. Það er því mjög mikilvægt að við skiljum í þessu á milli hvað markmið og hvað afleiðing af því markmiði. En ég fer núna í þessar 3 stoðir og byrja kannski þetta lengst til vinstri í húsinu okkar sem við sjáum upp í horninu. Þá það sem markmið að skapa skilvirka raforkuvinnslu með framþróun. Þá erum við að vinna þar í fjölmörgum verkefnum og þar má flokka einkum í 2 að auka vinnslu í aflstöðvunum og Einar Matthísen mun fjalla þetta verkefni eftir. Þar erum við að horfa mikið á hvernig við nýtum aukið innrennsli, hvernig við nýtum góð vatnsár og annað til þess að ná meira út úr stöðvunum, núverandi stöðvum. Og svo sjáum við mikla möguleika, mikilvæga líka í því að reyna að lækka kostnaðinn við framkvæmdir. Og þar sjáum við mesta möguleika með því að gefa okkur betri tíma í undirbúningnum, að fá langtíma sýn fyrir fyrirtækið og þar skiptir rammaáætlun okkur mjög miklu máli að minnka tímapressuna og eyða óhikað meiri tíma af undirbúninginn. En alls má segja það í dag erum við að vinna að 22 verkefnum innan þessara stoðar sem lúta allar að því að bæta reksturinn á einn eða annan hátt og þar mun alveg örugglega, eins og máltækið segir, margt smátt gera eitt stórt þegar upp staðið.
Miðstoðin okkar sem snýr að þróun fjölbreytts orkufreks iðnaðar, hún í raun og veru til þess að draga úr áhættu og áhættu fyrirtækisins. Við erum með þessu á engan hátt að draga úr mikilvægi núverandi viðskiptavina, að segja að þeir séu ekki æskilegir. Við höfum áður sagt það oft, ef við værum að leita nýjum viðskiptunum með einkaviðskiptunum myndum við fara beint í okkar núverandi viðskiptavini. Þeir henta okkur mjög vel, traust og góð alþjóðleg fyrirtæki. Við þurfum að búa þeim fyrirtækjum skilyrði til vaxtar. Þau þurfa að vaxa, þau hafa verið að vaxa. Besta dæmið þar kannski Rio Tinto Alcan sem núna held ég að fara í sína 7. eða 7. stækkun, sem dæmi hvernig fyrirtæki þurfa að þróast og við þurfum að tryggja það að þau geti gert það áfram. En við viljum líka fjölga iðngreinunum og eru þar að vera með markhópsmiðað markaðsstarf. Við höfum byggt upp öflugt markaðssvið, við erum með öfluga markaðsgreiningarvinnu á öllum okkar áhugaverðu iðngreinum og raforkumörkuðum. Þar má nefna til dæmis kísiliðnaðinn sem mikið að skoða Ísland þessa dagana, gagnaversiðnaðinn sem við erum að reyna að vekja athygli á Íslandi, karbonfíberiðnaðinn og fleiri iðnaði. Þarna rekum við okkur alvarlega á það að þótt við höldum að við séum nafli alheimsins, að þá veita erlend fyrirtæki almennt ekki af Íslandi. Áliðnaður þekkir okkur vel, en til þess gagnaversiðnaðinn hann hefur ekki fæst, mjög fá fyrirtæki þar vita að það eru mjög góðar aðstæður til þess að starfa á Íslandi. Við erum með mjög einföld og hnitmiðuð skilaboð til okkar viðskiptavina í okkar markaðsstarfi. Við erum einfaldlega að bjóða bestu kjör sem í boði eru á viðskiptalegum forsendum í Evrópu og Bandaríkjunum. Við erum að bjóða lengri samninga, við erum að bjóða 15 ára samninga sem lengri en í boði á flestum mörkuðum og við erum að bjóða endurnýjanlega orku. En þarna erum við fyrst og fremst að auka fjölbreyttari fyrirtæki. Þarna sjálfsögðu eins og kemur betur á eftir, þarna hefur alþjóðlega kreppan áhrif en við verðum samt var við umtalsverðan áhuga fyrirtækja á að skoða Ísland og þau munu án efa hreyfa sig hraðar þegar þau sjá birta til í heimsmálunum. Þriðja stoðin síðan tenging við evrópska orkumarkaði og þá náttúrulega spurningin af hverju kýs Landsvirkjun að bera sig saman við evrópsk orkufyrirtæki. Það eru ýmis svör við því, ýmsar skýringar á því. Í fyrsta lagi þá þetta landfræðilega og lagalega nærtækasti kosturinn. Við erum þarna að höfða til fyrirtæki, það stór hópur iðnfyrirtæki sem kjósa að starfa innan Evrópu, bæði vegna bara reglu og lagaumhverfis og nálægð við innri markaðinn. Þetta eru gegnsæir markaðir og áreiðanleg verðmið og þetta sá markmið sem metur okkar vöru endurnýjanlega orku langmest af öllum mörkuðum. En þetta líka markaðurinn sem borgar hæstu verðin og það náttúrulega áhugavert fyrir okkur sem eitt stærsta raforkuframleiðanda með fjölda íbúa. Þá náttúrulega viljum við horfa á þann markað sem borgar best. Og það einmitt áhugavert að horfa þar til meðan fiskiðnaðarins, og ég mun gera það líka betur á eftir, að fiskiðnaðurinn okkar, sem grunnurinn af okkar lífskjörum, hann horfir alltaf til þeirra markaða sem borgar bestu verðin og hann vill alltaf ná bestu verðum á þeim markaði. En þetta eru þessar þrjár stoðir sem við vinnum að hörðum höndum og mjög mörg verkefni þar eru bara unnin innan fyrirtækisins öll styðjaðu við þessa grunnstefnu fyrirtækisins að hámarka afrakstur af auðlindum sem fyrirtæki trúa fyrir. Verkefni sem við höfum sögðum frá í fyrra að við teldum áhugavert að skoða síðan sem tengistefninu sæstrengur til Bretlands. Ég ætla aðeins að koma inn á hann þó ég mun ekki fjalla mikið hann hér. En þá spurningin hvernig blandast hann inn í stefnuna. Þá fyrsta lagi mikilvægt að hafa það í huga að þessi sæstrengurinn á engan hátt forsenda stefnunar. Stefnan byggir ekki á sæstrengnum. Öll þessi verkefni sem ég var að tala áðan sem við erum að gera innan þessara þriggja stoða eru raun og veru alveg óháðar sæstrengum. Við getum náð miklum árangri þrátt fyrir að sæstrengur sé ekki lagður. En það sem hins vegar sæstrengurinn hefur sérstöðu með öll önnur verkefni sem hafa komið inn á okkar borð og við veltum mörgu fyrir okkur í skemmtilegri umræðu sem á sér stað innan fyrirtækisins, hvernig við getum uppfyllt þetta hlutverk okkar, þá sæstrengurinn eina verkefnið sem styður mjög ákveðið við allar þessar þrjár stoðir. Það fyrsta skipti sem við fengum verkefnin sem segir að myndi styðja við þessi þrjú atriði sem við teljum mikilvæg til þess að uppfylla okkar stefnu. Og hvernig gerir það? Það í fyrsta lagi varðandi það að auka skilvirkni og orkuvinnslu og framþróun.
þá gerir hún okkur mögulegt að selja umfram orku í kerfinu sem er eðli lokaðra kerfa alls staðar í heiminum og sérstaklega kerfa sem byggja á vatnsafli sem hefur breytilega framleiðslugetu, að það myndast alltaf umtalsverð umfram orka sem er hent á hverju ári. Með sæstreng væri mögulegt að nýta alla þessu umfram orku. Jafnframt erum við með vatnsafl hérna á Íslandi sem er frábær leið til þess að framleiða raforku á sveigjanlegan hátt, en við nýtum okkur á engan hátt þennan sveigjanleika. Þess að sveigjanleikin er sem að starta og stoppa orkuframleiðsluna á móti eftirspurn eða breytileg framleiðslu frá öðrum orkugjöfum. Og í þriðja lagi þá fjölgar orkuöflunarmöguleikunum með því að við gætum til dæmis farið í vindorku sem við erum að prófa okkur áfram með. Við gætum nýtt jarðvarmann niður á lægri hita í núverandi virkjunum, þannig að það að ná skilvirkar orkuvinnslu og framþróun, sæstrengurinn getur stutt mjög vel við það. Varðandi miðsúluna, það að auka fjölbreytni í hópi viðskiptavina, þá gerir það náttúrulega sjálfkrafa með því að heildsölumarkaður í Bretlandi er einn viðskiptavinur í viðbót, að þá erum við að fá aukna áhættudreifingu, mjög áhugaverðan viðbót sem er með allt öðruvísi áhættu heldur en núverandi áhættufyrirtækisins, og orkuöryggi Íslands er líka tryggt og þar af leiðandi stytti við aðra viðskiptavini á Íslandi. Og í þriðja lagi er það augljósa með því að tengjast evrópskum orkumörkum, þá náum við þessari tengingu og eigum þannig mun meiri möguleika á að uppfylla þetta megin hlutverk okkar að hámarka afrakstur af þeim orkuauðlindum sem okkur er trúað fyrir. Þannig enn og aftur sæstrengurinn styður við stefnuna, en hann er ekki nein forsenda fyrir því að ná þeim markmiðum sem við höfum sett okkur. Aðeins að staldra betur við áhættuna, eða miðsúluna, hvað þetta dregur úr áhættunni. Þessi mynd hérna sýnir annars vegar núverandi framleiðslu sem er frekar einsleitt, núverandi notkun sem er frekar einsleitt, 80% er selt til orkufreks iðnaðar, mjög traust og góð fyrirtæki. Það eru engar vísbendingar það að þessi annan björt framtíð fyrir þennan iðnað. En þessi iðnaður náttúrulega eins og allir aðrir iðnaðir eru samt til lengri tíma alltaf, maður veit aldrei almennilega hvað gerist. Þar af leiðandi er áhugavert fyrir okkur sem orkufyrirtæki að fá fjölbreyttari viðskiptamannahóp og myndin til hægri þarna sýnir hvernig sæstrengurinn hugsanlegi gæti breytt þessari köku og búið til miklu heilbrigðari samsetningu, og þó að það fylgi áhætta sæstreng, ég er ekki að segja að það sé áhættulaust, en það er raun og veru allt öðruvísi áhætta, og það er raun og það sem áhættustýring gengur út á, það er að vera með fjölbreytni og draga þá úr einstökum áhættum. Og sæstrengur getur á margan hátt verið kannski forsenda fyrir því að Ísland gæti stutt vel við núverandi viðskiptavini bara út frá áhættusjónarmiðum. En tæknin, þetta er tæknilega flókið verkefni, en henni fleygir mjög fram þessari tækni við að það verið að tengja markaði saman út allan heim. Það er líka mjög mikið að gerast í sæstrengjum sem tengjast vindmyllum út á sjó, tengjast því að tengja olíuborpalla við rafmagn. Þannig að þróunin er ör og gríðarlega mikið af strengjum verið að leggja og verið að planleggja. En það sem að kannski ögrandi í þessu ef verið strengurinn skoðað til Bretlands er bæði að hann fer tiltölulega djúpt, og lengi vel töldu menn hefði hann orðið dýpsti strengur sem hefði verið lagður, og líka lengsti strengur sem hefur lagður í sjó. En það er fróðlegt að sjá hvernig þróunin hefur verið á síðustu árum. Að þessi mynd hérna sýnir hvernig dýptin hefur aukast á síðustu árum, og nú dýpstu strengirnir komnir niður á 1640 metra, það eru 2 strengir sem eru á því dýpi, báðir í Miðjarðarhafinu, og nú er verið að skoða strengi sem fara niður allt á 2500 metra. Strengur á milli Íslands og Skotlands væri á bilinu 800 til 1000 metra dýpi, og það er komin yfir 10 ára reynsla, góð reynsla á rekstri strengi á þessu dýpi. Þannig að þegar þetta verkefni var skoðað síðast þá hefur mikil tækniþróun orðið átt sér stað. Strengurinn yrði hins vegar lengsti strengur í sjó, en sambærilegir strengir hafa lengi verið lagðir á landi, og þarna sést að lengsti strengur á landi núna er 2400 kilometrar, en strengur til Bretlands er 1000 kilometrar. Ég endurtek þarna að þetta eru strengir á landi, meðan að strengurinn náttúrulega yrði í sjó, en það má fara sterk rök fyrir því að það sé á margan hátt erfiðara að leggja strenginn á landi heldur en í sjó út af nálegð við aðrar framkvæmdir. En sæstrengurinn er núna, það er verið að skoða hann núna í nefnd á vegum atvinnu- og nýsköpunarráðuneytisins sem er að vinna því að meta samfélagsleg áhrif og efnahagsleg og önnur áhrif á sæstrengnum. Og ég hef talið upp ýmis jákvæð áhrif sem við sjáum sem raforkuframleiðandi, en það eru ýmis önnur ýmsar aðrar áleitnar spurningar sem þarf að svara.
og eru til skoðunar, til þess hver eru það áhrifin á raforkuverð á Íslandi. Við finnum fyrir því að almenningur hefur miklar áhyggjur af því. Hver eru áhrifin á atvinnusköpun? Við finnum líka fyrir því að það eru margir sem telja að við eigum að nýta orku hér á Íslandi til að skapa störf. Og svo finnum við líka fyrir áhyggjum af því hver eru áhrifin á umhverfismálum, eru það bara virkjað út um allt. Þetta eru allt spurningar sem þarf að svara. Við höfum sagt það mjög skýrt af okkar hálfu. Við teljum ekki ráðlegt að fara í svona flókið og umfangsmikið verkefni nema þessi breið sátt. Og þá þarf að finnast svar við þessum spurningum og síðan þurfa aðilar að vega og meta verkefni í heild áður en tekin er ákvörðun. En það þarf að leggja mikla áherslu á það að skapa þessa sátt og fara ekki af stað með svona verkefni nema þessi breið sátt. En eitt af því sem kannski fólk hefur haft hvað mestar áhrif eru áhrif á raforkuverðið og menn hafa haft mörg orð áhrif á til dæmis í Noregi, hvað gerðist þar. En það er áhugavert að skoða hvað gerðist. Og þarna á miðri myndinni kemur inn Nordnet-strengur til Hollands sem er lengsti strengur í sjó núna. Ef skoðað er verðið á Nordpool-markaðnum, þetta er heildsöluverðið í Noregi, 4 ár eftir strenginn, saman á móti 4 ár fyrir strenginn, þá hækkaði verðið á raunverði 14% á þessu tímabili. Vissulega hækkun, en kannski minna en margan grunaði. Rétt er að hafa í huga í þessu sambandi að verð til þess í Þýskaland á sama tíma hækkaði 8%, þannig að raforkuverð í heiminum var almennt að hækka og hluta af þessar hækkunum má örugglega tengja því. En ég endurtek að þetta eru kostur og gallar sem fylgja svona verkefni og mikilvægt að sátt náist og sé gefinn tími til að ræða þetta áður en nokkur ákvörðun yrði tekin þetta flókna verkefni. En hver eru áhrif efnahagskreppunnar? Aftur svona heiti erindis. Hver eru áhrif efnahagskreppunnar á Landsvirkjun? Hefur stefna Landsvirkjunar dregið úr fjárfestingum á Íslandi? Sem er kannski fyrsta spurningin sem menn getur spurt sig. Og í öðru lagi, er mögulegt að ná fram verðhækkunum á raforku á Íslandi á tímum alþjóðlegrar raforkukreppu? Þetta eru spurningar sem við heyrum að fólk spyr sig og við ætlum að reyna að svara hér á eftir. En það er mikilvægt að gera sér grein fyrir því hver áhrif svona efnahagskreppu eru almennt á nýfjárfestingar. Og ekki bara á Íslandi heldur alls staðar í heiminum og þvert yfir alla iðnaði. Og hvað er það sem drífur áfram fjárfestingar iðnfyrirtækja? Það er í raun og veru bara einn þáttur sem drífur áfram fjárfestingar iðnfyrirtækja. Það er þörf fyrir aukin afköst. Það er trú þeirra að þessi vaxandi þörf fyrir þeirra framleiðslu. Og það er bara því miður þannig að þegar við erum stödd í einhverju dýpstu kreppu frá 1930 að þá eru ekki margar iðngreinar sem líta svoleiðis á að þessi þörf fyrir þeirra aukna framleiðslu. Við sjáum þó undantekningar frá þessu eins og í gagnaversiðnaðinum þar sem vöxturinn hefur haldið áfram býsna hár. En við getum sagt til dæmis að okkur er ekki kunnugt að neinar ákvarðanir nýbyggingar á verksmiðjum í til dæmis áliðnaði, kísiliðnaði hafi verið teknar í Evrópu eða Bandaríkjunum frá árinu 2008. Það hefur verið haldið áfram að klára verkefni sem verið byrjað á. Það hefur verið gerðar ráðstafanir til þess að enduropna verksmiðju sem var lokað 2008 en í raun og veru hefur við ekki misst af neinum ákvörðunum á okkar mati. Og raun og veru hafa flest allar iðngreinar, þetta sýnum við áliðnaðinn, hvað gerist fyrir og eftir fall Lehman Brothers sem markar svona byrjun þessa efnahagssamdráttar. Og þetta gæti verið nánast hvaða hrávara sem er. Það var mikið verðfall, það myndaðist umfram framleiðslugeta, það myndaðist birgðasöfnun, birgðir í flestum iðngreinum eru í algjöru hámarki og ákvarðanir nýfjárfestingar er frestað. Þannig að svar okkar við því að hvort að stefna okkar hafi komið í veg fyrir það að fjárfestingar hafi orðið á Íslandi, svarið við því er nei. Við teljum svo ekki vera. Við leggjum líka mikla áherslu á það að verksmiðjur eru ekki byggðar vegna lágs rekstrarkostnaðar heldur eru byggðar vegna þess að þörfi fyrir framleiðsluna. En við erum mjög meðvituð samkeppnina sem við erum í og reynum að bjóða þau bestu kjör sem í boði eru til þess að tryggja það að ná til þeirra fyrirtækja sem munu fyrst fara af stað til að þau sjá rofa til í efnahagslífi heimsins. Raforkuverðið hefur líka ekki farið varhluta af þessu. Frá 2008 þá hefur raforkumarkaðurinn farið gegnum sömu sveiflu og við sýndum í álaununum að eftirspurnin hefur minnkað og það hefur myndast umfram geta í orkuvinnslunni og þar af leiðandi lækkað markaðsverð.
Ef við skoðum svona helstu markaði þá sjáum við bara raunverulega að þeir hafa sveiflast mjög mikið. Það er eðli raforkumarkaða, en þeir hafa lækkað klárlega og verðið hefur síðan lækkað, meðalverðið á þessu tímabili ef við skoðum helstu markaðina hefur farið úr $68 í $58. Og þetta að sjálfsögðu minnkar verðmuninn á milli því sem við getum boðið og erlendu markaðirnir bjóða. Og það sem við líka séð er að út af þessu offramboði þá er verið að bjóða iðnfyrirtækjum enn lægri verð til þess að halda verksmiðjum tímabundið opnum. Þeir samningar eru sem sagt ekki á viðskiptalegum forsendum. Þetta eru samningar sem eru yfirleitt alltaf gerðir opinberir út af því að þetta er raunverulega má segja hálfgerð atvinnurbótaverkefni. Og þau eru allt öðrum forsendum heldur en þau markaðslegu forsendum sem við störum á. Þrátt fyrir það að þau verð sem við bjóðum eru oft og iðulega jafnvel enn þá betri heldur þau verð sem mönnum er boðið í þessum sértæku átökum. En við vöktum þessa markaði mjög mikið, fylgjumst mjög mikið með þeim langtíma samningum sem eru að gera á öllum mörkuðunum og reynum að tryggja það að við séum samkeppnishæf og ég kem betur á því hvernig við höfum brugðist við því. En hvað er orsaka þessi verð? Og það er náttúrulega sem að ræðst þegar menn taka ákvörðun um fjárfestingar og gera langtíma samninga, þá er það ekki verðið í dag heldur hvað verð vænta menn í framtíðinni á mörkuðunum. Því að þessi markaðir sem berum okkur saman með þeir bjóða ekki langtíma samninga. Hvað er það sem stýrir verðmyndun á raforkumarkaði? Og það er ekki flókið, í raun og veru frekar en á flestum öðrum mörkuðum, að þá er þetta raunverulega grundvallaratriði er þessu annars vegar breytilegi kostnaðurinn og hins vegar fasti kostnaðurinn. Þegar markaðurinn er í samdrætti, að þá, eins og við horfum á núna, þá er raunverulega fellur markaðurinn niður í breytilegan kostnað sem er í dag svona $46 á svona verðmyndandi raforkuframleiðslu sem er gas og kol í dag. Það má segja að verksmiðjur halda ekki áfram að framleiða nema þær hafi fyrir þessum kostnaði. Það getur tímabundið farið enn lægra, en það er vegna þess að það er á einhverjum mjög stutt að því menn telja það er oft kostnaðarsamt að stöðva og starta verksmiðjunum aftur. Þannig að menn ákveða stundum að keyra þær í stuttan tíma á enn lægra verði. Í Evrópu er líka breytilegur kostnaður sem er kolefnisskattar. Þessi skattur er til dæmis ekki í Bandaríkjunum. Þannig í Evrópu þurfum menn að uppfylla báða þessa þætti. Gas og kol eru algjörlega ráðandi til dæmis í Bretlandi, Þýskalandi, Hollandi, ekki Frakklandi, Þýskalandi. Meðal annars að norski markaðurinn er meira vatnsafldrifinn, hann er með minni breytilegan kostnað og getur þess vegna ekki farið lægra tímabundið. En hins vegar til þess að séu teknar ákvarðanir að byggja virkjanir, þá þarf að líka hafa fyrir fastum kostnaði og það er langtímaverðið sem verður að vera á markaðnum og við erum sannfærð að muni verða á markaðnum. Það er ekki teknar ákvarðanir nýjar virkjanir nema að allur þessi kostnaður sé dekkaður. Verðið getur síðan farið verulega yfir þetta ef að myndast skortur á markaðnum. En verðið sem sveiflast á milli breytilegskostnaðar að hafa fyrir breytinarkostnað og hafa fyrir fullum föstukostnaði, en til lengri tíma litið að þá er sýn okkar á langtímaverðþróun hefur ekkert breyst þrátt fyrir að markaðirnir fari tímabundið niður. Því að ef að verðið fari ekki upp þá er þið gríðarlegur orkuskortur í framtíðinni og þá fyrst er þið verðið fáránlega hátt. Langtímasýnin okkar er því óbreytt og hvar við viljum staðsetja okkur. Við viljum þarna sjáum við hvernig við gerum ráð fyrir að þróunin muni verða á þeim mörkuðum sem berum okkur saman við í Evrópu. Vissulega mikil óvissa en samt mikil sterkar vísbendingar að verðið muni halda áfram að hækka og allavega fara upp í þetta stofnkostnaðsverð. Og markmið okkar er að staðsetja okkur undir þessu verði, ná fram verðhækkunum en að staðsetja okkur undir þessu verði og við höfum sagt að markmið okkar sé sirka að vera svona 30% undir þessum mörkuðum. Það sé nægjanlegt til þess að fá fyrirtæki til að komast til Íslands af því að það er mjög margt annað sem við bjóðum gott eins og vinnuafl hér á Íslandi. Við höfum hins vegar gripið til þess að bjóða sérstakan afslátt í boði fyrstu 5-7 árin til þess að flýta fyrir ákvörðunum, að reyna að fá fyrirtæki til að taka ákvarðanir fyrr. Þetta er tímabundinn afsláttur og þetta verður afsláttur sem verður eingöngu í boði til fyrstu fyrirtækjanna. Þannig að við vonum að það verði til þess að flýta ákvörðunum. Við teljum ekki að frekari afsláttur muni flýta ákvörðunum. Þetta er að sjálfsögðu alltaf matsatriði, en enn og aftur þá muni þessi fyrirtæki ekki taka ákvörðun að byggja verksmiðju á grundvelli lágs rekstrarkostnaðar. Þau muni gera það á grundvelli þess að þau sjá fram á eftirspurn og þá erum við að bjóða bestu kjörin. Að lokum þá teljum við að senda samninga við okkar ganga vel þó að vissulega hefur þessi efnahagskreppa áhrif. Menn að taka sér lengri tíma en við teljum að sé full innistæða fyrir þeim verðum sem við erum að fara fram á.
Þetta staðfest með samningaviðræðum við fjölmörg fyrirtæki sem að undirbúa að hefja framkvæmdir þegar að kreppunni lýkur eða þegar þau sjá ljósið. Við höfum náð samkomulag við 4 ný fyrirtæki ramma raforkusamnings og á grundvelli þessa ramma hafa þau farið síðan í umhverfismat og frumhönnun sem sýnir að þau eru sátt við raforkuverðið og samningaviðræður eru langt komnir við aðra aðila. Það er líka oft sagt að það hefði ekkert verið gert frá 2008 en ég gerði það að gamni okkar núna í vikunni að við töldum saman þá samninga sem íslensku raforkufyrirtækin hafa gert frá árinu 2008 við núverandi og nýja viðskiptavina og það eru 8 samningar. Og það verður ég að telja miðað við það þá fjölda viðskiptavina sem að Landsvirkjun hefur til dæmis sem eru 6. Eftir 45 ára starfa þá tel ég það bara ágætan árangur, sérstaklega í ljósi þessa erfiða efnahagsumhverfis sem við erum í. En eftirspurn eftir raforku verður meiri framboð þegar kreppunni lýkur. Það er ekki nokkur vafi og við þurfum bara að undirbúa okkur undir það hvernig við bregðumst við því. Það verður jákvætt vandamál því að allar kreppur taka enda. Við trúum því ekki fyrir 4 árum síðan að góðæri taki enda. Við trúum því ekki núna heldur að kreppur taki enda en ég held að það sé alveg öruggt að það taki enda. Þá munum við fá mun meiri áhuga og við erum svo sannarlega að leggja inn fyrir því með að gera fyrirtækið sýnilegt og öfluga markaðsstarfi að það verði sýnilegt á þeim tíma. En að lokum er áhugavert að horfa kannski aðeins á aðra inngreinar. Hvað getum við lært af öðrum inngreinum þar sem við höfum náð góðum árangri, bæði við og aðrar þjóðir? Og það er kannski nærtækast að staldra við íslenska fiskiðnaðinn, sem er náttúrulega sá iðnaður sem stendur undir lífskjörum á Íslandi. Það er engin ein inngrein sem stendur jafn mikið undir lífskjörum Íslendinga eins og íslenski fiskiðnaðurinn. Þar höfum við horft á mjög öflugt markaðsstarf fyrirtækjanna, mikla viðleitni til þess að auka framleiðni, vera með án efa best rekna fiskiðnað sem fyrirfinnst í heiminum. En þetta hefur gerst með mikilli þrautseigju og mikilli útsjónarsemi og mikilli sókn inn á dýramarkaði og þar má kannski taka sem dæmi ferskfiskmarkaðina, að Íslendingar eru feikilega sterkir núna á ferskfiskmörkuðum bæði í Evrópu og Bandaríkjunum. Fyrir 20 árum síðan var þetta fjarlægur draumur. Þá voru Íslendingar mjög mikið að framleiða blokk og 5 pund, selja það inn á markaði sem borguðu mun minna, stofnanamarkaðina, skóla, fangelsi og annað þess háttar. En menn horfðu á þessa markaði, en það var bara óframkvæmanlegt. Það var ekkert hægt að selja ferskan fisk frá Íslandi í stórum stíl. Það tók 3-4 daga að sigla. Farþegavélarnar voru alls ekki búnar þannig að þær gætu tekið við miklu magni. Það var líka allt á stopult hvað menn gátu fengið með flugvélunum. En það sem menn gerðu þarna, menn leystu þetta mál, menn þróuðu öflug sérstök flugfragtsfélög, bæði Icelandair og Bluebird sem eru núna sterk í þessari flugfrakt, sem gera það að verkum núna að við höfum greiðan aðgang og það er orðið meira að segja þannig í dag að við erum með samkeppnisforskot með fraktinni. Íslensk fiskiðnaður eru komið með besta aðgengi að þessum mörkuðum fram yfir til Norðmenn og Rússa. Þetta getur kennt okkur margt hvernig menn geta snúið erfiðleikum upp í tækifæri. En hvaða samsvörun sjáum við við íslensku orkuiðnaðinn? Í fyrsta lagi sjáum við mikilvægt þess að hafa langtíma hugsun fyrir orkuiðnaðinn eins og okkur hefur tekist með fiskiðnaðinn. Og það er náttúrulega rammaáætlunin sem er lykilatriði fyrir okkur að fá langtíma sýn og sem er langtíma sátt hvert við erum að stefna. Það er áhugaverð samlíking að tengja sæstrenginn við flugfræktina sem að gæti haft álíka áhrif á raforkumarkaðinn og flugfræktin hafði á fiskiðnaðinn. En það er líka áhugavert að hafa það í huga að þessi góði árangur fiskiðnaðar hefur haft áhrif, að fiskverð hefur hækkað á Íslandi og við þurfum að borga núna mun meira fyrir fiskinn, en við sættum okkur svo sannarlega öll við það vegna þeirra miklu lífskjara sem fáum í staðinn. Á sama hátt er áhugavert að skoða norsku olíuiðnaðinn og við höfum sýnt fram á það á sumum okkar fundum að íslenski raforkuiðnaður gæti haft álíka mikil áhrif á íslenskt efnahagslíf ef vel tekst til eins og gert er ráð fyrir að olían hafi á Norðmönnum, hafi á norska efnahagskerfið. En þegar maður á fundi með Norðmönnum og þegar þeir rifja upp söguna þá er ljóst að þetta var ekki alltaf dans á rósum. Þetta var mjög erfitt í upphafi og tímabil þegar Norðmenn farin í olíuiðnaðinn þá var ekki þekkt tækni að vinna olíu svona langt út á sjó á svona miklu dýpi. Þetta var tæknilega séð mjög erfitt og raunverulega ekki efnahagslega ekki jákvætt, eða þetta bar sig ekki. En þeir ákvaða að ráðast í þetta og þeir ákvaða að fara að þessu fullum krafti. Það voru miklar efasemdarraddir og þeir rifjuðu meðan annars upp þegar ég ræddi við þá
Það var meðal annars 1980 voru tillögur það að skipta við Svía, að Svíar fengju helminginn af norsku olíuauðlindunum og Norðmenn fengju helminginn af Volvo í staðinn. Það segir dálítið til svona þá erfiðleikastig sem menn voru á þeim tíma. En Norðmenn ákváðu að skapa sér langtímasýn, standa bak við fyrirtæki sín og þeir eru sem búin að uppskera það að Noregur er með ríkustu þjóða. En samt sem áður gleymist það að það sem er kannski langstærsti áhrifavaldurinn af þessari árangursríku sögu Norðmanna er samt það að olíuverð hækkaði mikið. Ef olíuverð hefði ekki hækkað, þá hefði þetta raunverulega aldrei orðið arðbært. En aðrar þjóðir eins og til dæmis Danir og Englendingar sem voru miklar olíuauðlindir á þessu tíma líka, einhvern veginn hefur þeim ekki orðið jafn mikið úr þessu. En það er áhugavert að horfa á þessu dæmi, þau geta kennt okkur margt hvað þarf til þess að ná árangri með jafn mikla möguleika við höfum í okkar orkuiðnaði. Rétt að lokum, bara að draga þetta saman, að þá teljum við að Ísland sé í afskaplega öfundsverðri stöðu með okkar orkuauðlindir, með þann grunn sem hefur verið lagður í fortíðinni. Það er sterku virkjanir, sterkar raforkukerfi, góðu viðskiptavinni sem við höfum í dag. Við höfum síðan möguleika á að nýta enn frekar ef við ákveðum að gera það orkuauðlindir landsins. Við erum að vinna fjölbreyttum verkefnum til að styrkja reksturinn, sem snúa öllum þáttum í rekstrinum. Við verðum var við mikinn áhuga iðnfyrirtækja. Kreppan hefur áhrif á það hvernig það taka áhrifum okkar mati. Það eru nokkur fyrirtæki sem við vonumst þó til að muni fara alla leið óháð því hvernig kreppan þróast. En alveg eins og ljóst að þau munu hins vegar öll vilja hreyfa sig þegar þau sjá róa til í efnahagsmálunum. Núverandi viðskiptin hafa allir lýst yfir vilja til að vaxa og það er mjög mikilvægt fyrir íslenskt þjóðfélag að þeim sé gefnir möguleikar á að vaxa. Það er lykillinn að því að þeir nái að standa sig í þeirri hörðu samkeppni sem þeir vinna í. Markaðsstefnan okkar á samningaviðræður sem við erum að vinna staðfestir að það er full innistæða fyrir stefnu Landsvirkjunar þrátt fyrir kreppuna. Það segir jafnvel þá að ef kreppan hefði ekki verið þá var meiri innistæða. Þannig hún hreyfir ekki við langtímasýn, kreppan hreyfir ekki við þeirri langtímasýn sem við höfum mótað fyrir fyrirtækið. Og við erum enn sannfærðir heldur en nokkurn tímann áður að Landsvirkjun hefur og getur skapað mikil verðmæti fyrir samfélag og haft jákvæð áhrif á lífskjör Íslendingum og ókomna framtíð. Ég þakka fyrir. Hörður fór yfir framsækni í alþjóðlegri fjármálakreppu og lýsti stefnu Landsvirkjunar vel. Og þá ætlum við að vinda okkur í næsta gildi okkar starfsfólks Landsvirkjunar og það er ráðdeildin. En það er Einar Matthísen, framkvæmdastjóri Orkusviðs, sem að mun tala ráðdeild og sóknarfæri í orkuvinnslu. Ágætu fundargestir. Í umfjöllun Landsvirkjun og opinberu vettvangi snýst umræðan oftar en ekki byggingu og undirbúning nýrra virkjana. Enda eru slíka framkvæmdir umfangsmiklar og hafa bæði áhrif á náttúru landsins og þjóðarhag. Í erindi mínu í dag er athyglinni hins vegar beint að grunnrekstri Landsvirkjunar, sjálfri orkuvinnslunni og þeim ótalmörgu sóknarfærum sem við stöndum frammi fyrir í rekstrinum. Við stofnun Landsvirkjunar árið 1965 tók hún við Sogsvirkjunum, gufuafstöðinni við Elliár og vatnsréttindum í Þjórsá við Búrfell. Leið var opnað nýr kafli í virkjunar og hagsögu þjóðarinnar. Þá sögu þekkjum við flest. Upphafsverkefni Landsvirkjunar var að virkja Þjórsá við Búrfell en bygging Búrfellsvirkjunar var stærsta einstaka framkvæmd sem ráðist hafði verið út í á Íslandi á þeim tíma. Fyrstu 3 vélar stöðvarinnar voru gangsettar í septembermánuði árið 1969 eða fyrir 43 árum síðan. Sigöldustöð var næst í röðinni og hún gangsett árið 1977. Þar á eftir kemur Hraunafossstöð, þá Blöndustöð, síðan Sultatangastöð, Vatnsfellsstöð og loks Fljótsdalsstöð árið 2007.
Árið 1983 Laxárvirkjun sameinuð Landsvirkjun en hún var þá í eigu Akureyrarbæjar og ríkisins. Við sameininguna bætast Laxárvirkjanir við eignasafnið. Árið 1985 og 86 kaupi síðan Landsvirkjun Kröflustöð og Bjarnarflagsstöð af Íslenska ríkinu, en Kröflustöð var gangsett árið 1977 og Bjarnarflagsvirkjun árið 1969. Vatnsmiðlanir og tengd mannvirki eru óaðskiljanlegur hluti vatnsaflsstöðva. Landsvirkjun hefur reist fjölda slíkra mannvirkja, svo sem Þórisvatnsmiðlun, Kvíslaveitu, Hágöngumiðlun, Blönduveitu og nú síðast miðlanir á vatnasviði Fljótsdalsstöðvar, Hálslón, Ufsalón og Keldólón. Á ferlinum hefur hún því reist samtals 7 virkjanir ásamt tilheyrandi miðlunum og er áætlað sú 8. Búðarhálsvirkjun verði komin í rekstur fyrir lok næsta árs. Geta Landsvirkjunar til raforkuvinnslu hefur þannig verið byggð upp frá einni framkvæmd til annarar til að mæta aukinni eftirspurn á raforku á hverjum tíma. Nú er svo komið að Landsvirkjun er 8. stærsti vinnsluaðilinn á svið endurnýjanlegra orkugjafa í Evrópu. Raforkuvinnslan og þar með tekjuöflun Landsvirkjunar fer fram í þeim 13 vatnsaflsstöðvum og 2 jarðvarmastöðvum sem hér hafa verið kynntar. Þær hafa yfir að ráða 40 aflvélum og eru uppsett afl þeirra 1860 megavött og raforkuvinnslugetan í meðalvatnsári er 13.500 gígavattstundir. Eignasafn Landsvirkjunar, þar að segja aflstöðvar og veitumannvirki, er bókfært í ársreikningi 2011 á 3,1 milljarða bandaríkjadala sem nemur 400 milljörðum íslenskra króna. Með bókfærðu verði er átt við að búið sé að draga frá afskriftir yfir líftíma eignanna. Framreikna stofnverð þessar sömu eigna er 625 milljarðar íslenskra króna. Orkumannvirki er í aðalatriðum samsett af eignum eins og byggingum, lokuvirkjum, vél- og rafbúnaði og stíflum. Þessar eignir hafa alla jafna á bilinu 10 til 60 ára afskrifatíma. Þó má gera ráð fyrir yfir 100 ára endingartíma sumra eigna. Endurnýja þarf mesta hluta raf- og vélbúnaðar á 30 til 50 ára fresti. En hlutfall raf- og vélbúnaðar af byggingarkostnaði vatnsaflsstöðva er í flestum tilfellum það bil 10%. Þessi litríka mynd sem við sjáum þarna á tjaldinu, hún er tekin í vélasal Fljótsdalsstöðvar. Í rekstrinum skiptum við starfseminni í 5 skilgreind rekstrarsvæði: Sognsvæði, Þjórsársvæði, Fljótsdalsstöð, Mývatnssvæði og Blöndustöð. Hvers svæði sig lýtur sérstakri verkstjórn. Ákvarðanir raforkuvinnslu og skipulag afhendingar eru hins vegar teknar miðlægt af sérstakri einingu sem hefur aðsetur á aðalskrifstofunum í Reykjavík. Þar er tekið á móti pöntunum frá viðskiptavinum og raforkuvinnslan pöruð við afhendingu. Á síðasta ári nam vinnslan það bil 12.500 gígawattstundum og skiptist á milli einstakra rekstrarsvæða eins og fram kemur á myndinni. Þar fer mest fyrir raforkuvinnslu á Þjórsársvæði, þar sem unnar voru rúmlega 5.700 gígavattstundir í 5 aflstöðvum. Í Fljótsdalsstöð var raforkuvinnslan það bil 4.800 gígavattstundir sem er liðlega 39% af ársvinnslu fyrirtækisins. Að baki raforkuvinnslunni, rekstri, eftirlit og viðhaldi er starfsfólk. Þetta er vel þjálfaður og reynslumikill hópur sem myndar öfluga liðsheild sem ávallt hefur skilað okkur áfangastað. Í störfum okkar leggjum við áherslu að hafa í fyrirrúmi öryggi, heilsu og vinnu umhverfi starfsfólksins. Bein ársstörf við raforkuvinnsluþátt Landsvirkjunar eru nú 124. Þá eru ótalin þau ársstörf sem unnin eru á öðrum sviðum fyrirtækisins. Í dag eru föst ársstörf hjá Landsvirkjun 250 en liðlega helmingur starfsfólks er búsettur utan höfuðborgarsvæðisins. Meginmarkmið í daglegum rekstri er að tryggja að raforkuvinnsla og affyring uppfylli gerða samninga við viðskiptavini. Til að tryggja svo getur orðið er í starfseminni lögð áhersla á öryggi og hagkvæmni í orkuöflun og rekstri aflstöðva og miðlana.
Þá leitast við að tryggja eins og kostur á hverjum tíma hámarks nýtni vinnslukerfisins og að kostnaður við endurbætur og afstöðum sé grundvallar á arðsemi. Stefna fyrirtækisins í viðhaldsmálum hefur alla tíð tekið mið af því að hafa til reiðu þá raforku sem hefur verið samið ásamt því að ná fram eðlilegum endingartíma á orkumannvirkjum. Viðhaldsstarfsemin felur í sér öryggisleg, rekstrarleg og fjárhagsleg markmið sem eiga meðal annars að tryggja eðlilega endingu og sett mörk rekstraröryggi. Þar sem meðalaldur afstöðva er tiltölulega lágur eða 40 ár enn talsverður tími þar til kostnaður kann að hækka vegna endurnýjunar á búnaði og mannvirkjum, en með kerfisbundnu eftirlit og viðhaldi hins vegar hægt að draga úr viðhalds- og endurbótakostnaði til lengri tíma litið. Öll þessi ferli sem við köllum einu nafni skipulagseið eru römmuð inn í eitt samþætt gæðakerfi. Þar að finna upplýsingar öll stefnuskjöl, verklagsreglur ásamt gátlistum, leiðbeiningum og fleira. Þannig tryggjum við gæði og aukum á skilvirkni og árangur í rekstri. Kerfið vottað af þar til bærum aðilum sem jafnframt framkvæma á því reglulegar úttektir. En í rekstri ekki síður mikilvægt að horfa fram á við. Kyrrstað í okkar huga óásættanleg, við leitum því stöðugt nýrra leiða með það að markmið að bæta reksturinn. Stefna Landsvirkjunar sífellt til skoðunar og byggir meðal annars á að koma auga á tækifæri framtíðarinnar ásamt því að leysa úr læðingi krafta sem skapa geta nýja hæfni og þekkingu. Við stöndum frammi fyrir margvíslegum tækifærum þrátt fyrir að skipulag raforkuvinnslunnar hafi þróast á kerfisbundinn hátt í gegnum árin og séu nokkuð föstum skorðum að þá alltaf hægt að gera betur. Eins og Hörður gat í erindi sínu þá hefur verið unnið að mörgum umbótaverkefnum að undanförnu sem eiga að stuðla að skilvirkri raforkuvinnslu. Þar má meðal annars nefna verkefni sem tengjast hámörkun á nýtni núverandi vinnslukerfis Landsvirkjunar, svo sem að meta nýtni véla og búnaðar, bestun á stýringu afstöðva, mat á áhrifum flöskuhálsa á vinnslukerfið og nýtt skipulag eignastýringar. Eitt þeirra verkefna sem unnið var að á árinu og tengist ráðdeild þátttaka í samanburði á rekstri við önnur raforkufyrirtæki á Norðurlöndunum sem stunda þá sambærilega raforkuvinnslu og Landsvirkjun eða svokölluð lykiltölugreining. Margt jákvætt kemur fram þar varðandi Landsvirkjun, svo sem að starfsfólk sé vel í stakk búið til að takast á við verkefnin, að yfirsýn sé góð, innra skipulag og samgöngur innan svæða góðar, afstöðvarnar í góðu ástandi og svo má áfram telja. Einnig koma fram atriði sem ástæða til að taka til skoðunar til að ná enn betri árangri. Við teljum að með samanburð á lykiltölum í rekstri getum við bætt reksturinn á markvissan hátt. Annað verkefni sem unnið hefur á síðustu misserum og árum að meta áhrif hnattrænnar hlýnunar á orkuvinnslukerfi Landsvirkjunar. Margvíslegar áskoranir fylgja loftslagsbreytingum en við höfum fylgst náið með breytingum í veðurfari og tekið þátt í samnærum rannsóknarverkefnum samhengi milli rennslis og veðurfarsbreytinga. Hlýnun hefur nú þegar aukið innrennsli til afstöðva fyrirtækisins og það mun aukast enn frekar með áframhaldandi hlýnun. Með tilliti til þessa hefur Landsvirkjun endið orkugetu vinnslukerfisins. Niðurstaða þessara útreikninga aukning í vinnslukerfi Landsvirkjunar hvorki meira né minna en 1000 gigavaststundir á ári án þess að til komi auknar fjárfestingar. Með viðbótar fjárfestingum hægt að ná fram enn frekar aukningu í vinnslugetu eða alltaf 500 gigavattstundum. Landsvirkjun vinnur nú að því að kanna með hvaða móti unnt að bregðast við þessum breytingum. Varðandi nýting og auknu rennslu ýmsir möguleikar til skoðunar og má þar í fyrsta lagi nefna stækkun búrfellsstöðvar, Búrfell 2. Mögulegt að reisa nýtt stöðvarhús skammt frá núverandi stöðvarhúsi með 1 eða 2, 35 til 70 megavatta vélum og munu þá núverandi vatnsvegi nýtast að hluta til.
Í öðru lagi það stækkun sigöldustöðvar, en það eru tveir möguleikar fyrir hendi. Annars vegar að skipta núverandi vélar og fá þannig 30 MW til viðbótar við það sem nú og hins vegar að bæta við einni vél og fá þannig 56 MW til viðbótar. Í þriðja lagi það stækkun sultartangastöðvar með því að víkka aðrennslisgöng stöðvarinnar og með minni háttar breytingum á rafölum og auka afl hennar 40 MW. Og í fjórða lagi það stækkun ofan blöndustöðvar, svokölluð blönduveita. Það fyrir hendi möguleiki á að beisla óvirkjafall á milli Blöndulóns og blöndustöðvar samtals 30 MW. En við gerum fleiri en að vinna rafmagn. Við leitumst við að auka kunnáttu og þekkingu almennings og annarra hagsmunaaðila á starfseminni, en í þeim tilgangi rekum við 3 gestastofur og stuðlum þannig að auknu aðgengi að starfseminni. Gestastofurnar eru staðsettar í Búrfellsstöð, Végarði við Fljótsdalsstöð og í Kröflustöð. Á síðasta ári voru gestakomur í stofurnar það bil 20.000. Ég hef nú stiklað á stóru í uppbyggingu orkuvinnslukerfis Landsvirkjunar, rekstri þess og nokkur sóknarfærum sem við stöndum frammi fyrir. Hafa verður í huga að starfseminni verður seint fulllýst í svo stuttu erindi. En að lokum gaman að sýna hve mikil orka hefur unnin í afstöðun Landsvirkjunar frá upphafi og til þessarar stundar. En í terawattstundum talið þetta 226,3 terawattstundir. Og til að setja þetta í samhengi þá skulum ímynda okkur að við séum með rafhlöðu, þá væntanlega risarafhlöðu sem inniheldur alla þessu orku eða rúma 226 teravattstundir. Rafhlaðan myndi endast okkur í það bil 75 ár til að fullnægja allir raforkuþörf almenna markaðarins á Íslandi. Rafmagn fyrir heila kynslóð, hvorki meira né minna. Takk fyrir. Þökkum Einari kærlega fyrir sem fór yfir ráðdeildina í rekstrinum og þessi sóknarfæri. Og þá það síðasta gildi starfsfólks Landsvirkjunar, síðast en ekki síst. Það traustið, en Ragna Árnadóttir aðstoðarforstjóri ætlar að koma og flytja hér erindi sem heitir Traust vinnst með sátt við samfélagið. Gjörðu svo vel, Ragna. Komið sæl. Í kynningunni hér á undan fór Einar yfir það mikilvæga þátt starfsemi okkar sem varðar vinnslu orkunnar. Það gott fyrir okkur öll að huga að þessari kjarnastarfsemi fyrirtækisins. Uppbygging virkjana og raforkukerfisins á sér ekki ýkja langa sögu og það nauðsynlegt að rifja hana upp fyrir okkur öll. Umfjöllunarefni þessa erindis að fara yfir þá trú okkar að Landsvirkjun verði að njóta trausts, enda það eitt af okkar grunngildum eins og Magnús Þór búinn að nefna í dag. Við teljum breiða sátt eða stuðning og samstöðu vera lykilþátt við að afla okkur trausts. Ástæðu þess fer ég hér á eftir. Horfum á það sem við erum með í höndunum. Í raforkukerfinu okkar felast mikil verðmæti eins og hefur framkomið hér í dag. Hörður fór í erindi sínu við þau miklu tækifæri sem felast í orkunni okkar ef að rétt á málum haldið og forsendur ganga eftir. Þau tækifæri hvíla ekki síst á þeim styrka grunni sem við byggjum á. Ábyrgð okkar því mikil, bæði að fara vel með þau verðmæti sem okkur trúað fyrir, auk þess verðum við að standa okkur vel við að skapa verðmæti, að hámarka arðsemi orku auðlinda okkar og þeirra sem okkur trúað fyrir eins og fram kemur í hlutverki fyrirtækisins. Hvert viðhorf almennings til orkunnar okkar? Í könnun sem Capacent Gallup gerði nýlega fyrir Landsvirkjun kemur fram vísbending að 80% af almenningi, 80% aðspurðra, telja Landsvirkjun skapa mikil verðmæti fyrir íslenskt samfélag. Þetta undirstrikar okkar ábyrgð og nauðsyn þess að við njótum trausts í störfum okkar. Margt bendir líka til þess að við njótum trausts.
Í sömu könnun og ég vitnaði áðan var spurt, finnst þér Landsvirkjun vera traust eða ótraust fyrirtæki? Fram kom í svörunum að 74% aðspurðra telja Landsvirkjun vera traust fyrirtæki. Það er mjög gott veganesti fyrir okkur og við þökkum þetta traust. Nærtækt að spyrja hvort að björninn sé ekki unnin. Það mætti segja þvert á móti. Trausti fylgir mikil ábyrgð og slíkt traust má ekki glatast. Við teljum okkur því ekki hólpin. Það fylgir mikil ábyrgð að standa að framkvæmdum og reka virkjanir í sátt við samfélag og umhverfi. Við hjá Landsvirkjun viljum nota bestu vinnubrögð hverju sinni og reyna alltaf að gera betur. Og við getum gert betur. Höldum áfram að rýna í könnunina. Hér kemur fram að mun færri í spurningunum undan telja Landsvirkjun vera opið og gegnsætt fyrirtæki. Einungis 35% aðspurðra telja svo vera. Þarna er fólgin mikil áskorun og því höfum við lagt áherslu á að skapa stuðning og samstöðu í samfélaginu með opnum samskiptum. En hvernig förum við að þessu? Þið hafið séð húsið fyrir í dag og það er búið að fara yfir grunnstoðirnar okkar. Stuðningur og samstaða sem við getum líka kallað sátt er grundvöllurinn að starfa okkar eins og þið sjáið neðst á myndinni. Rétt er að ítreka að þessi hugtök lýsa þeirri viðleitni okkar að skapa breiða sátt, almenna sátt. En vitaskuld gerum okkur grein fyrir því að það er ekkert hægt að ætlast til þess að allir séu sammála. Við trúum því samt að á milli þeirra sem vilja virkja allt og þeirra sem vilja ekkert virkja sé mjög breiður hópur. Hópur í miklu meiri hluta sem vill leita sátta vernd og nýtingu. Viðfangsefni sáttar er meðal annars að finna hvar línurnar liggja. Þá er það spurningin. Af hverju sátt? Til hvers traust? Í fyrsta lagi rétt að undirstrika það að við teljum okkur hafa mikilvægu hlutverki að gegna íslensku samfélagi. Við erum stærsta raforkufyrirtækið, við erum í ríkiseigu og við höfum skipt sköpum í uppbyggingu raforkukerfisins frá stofnun fyrirtækisins árið 1965 eins og fram kom hér áðan. Það er því brýnt að við skiljum það samfélag sem við störfum í, en það er ekki síður brýnt að samfélagi skilji og styðji starfsemi og fyrirætlanir fyrirtækisins. Án þess stuðnings er allt erfiðara. Öll áætlanagerð verður óræðari og þegar öll á botning hvort sem það snýr að fjárhagslegum gæðum eða starfsumhverfi yfirleitt, þá er það hreinn ávinningur fyrir Landsvirkjun að njóta stuðnings, að starfa í sátt. Þá er það næsta atriði og það er að gera sér grein fyrir því hvað þurfi að ná sátt. Hver eru megin þættir sáttarinnar? Hvert er efni slíkra sáttar? Aðalatriðið hlýtur að snúa að því að ná jafnvægi milli nýtingar og verndar. Eins og ég sagði áðan, þá efast ég að hinn stóri hópur vilji allt eða ekkert. Ég tel þvert á móti að margir vilji nálgast viðfangsefni út frá því að gera eitthvað. Sumir vilja minna og aðrir vilja meira. Annað atriði sem nefnt er hér er skipting verðmætanna. Það er mikilvægt að við ræðum það atriði því að hagsmunir af virkjun og verndun eru miklir og því geta þeir skipt töluverðu máli í þessar umræðu. Ég ætla að fara stuttlega yfir nokkur atriði sem varða jafnvægi nýtingar og verndar. Atriðir varða náttúrun okkar. Náttúra Íslands skiptir okkur sem hér búum og auðvitað fleirum miklu máli. Náttúran hefur okkur uppspretta góðra tilfinninga og Íslendingar hafa notið fagurs landslags frá örófi alda. Hversu þröngt var í búi var hægt að fara upp á bæjarhólinn og líta yfir dalinn og fegurð hans veitti þá gleði sem hægt var að fá þann daginn. En einnig hafa náttúruöflin verið okkur óblíð og það er ríkt í okkur að beisla þau. Einkum þegar kemur að því að auka lífsgæðin. Fyrst snýrist tilveran að eiga til hnífs og skeiðar. Að flytjast úr torfbæjum í almennileg hús. Það er ekkert langt síðan. En nú er ávinningurinn ekki svo augljós. Kannski einkum gagnvart þeim kynslóðum sem þekkja ekki til þeirra vosbúðar sem áður var. Og svo betur fyrr getur maður sagt. Allt þetta þarf að skoða í samhengi. Fegur náttúru og gagnsemi ávaxtar hennar. Auðlindahugtakið hefur víkkað og þau lífsgæði að njóta óspilltrar náttúru þykja nú svo eftirsóknarverð að réttlætanlegt þykir að önnur auðlindanotkun víki fyrir því. Ekki má gleyma að það getur síðan líka verið fjárhagslegir hagsmunir af því að njóta óspilltrar náttúru og á ég þá við að það byggir atvinnugrein á því ferðaþjónustan.
Hvernig sem á þetta máli litið verðum við að gangast við heildarmyndinni og ræða tækifærin sem felast í náttúrunni okkar út frá öllum hliðum. Það hluti af því að nálgast sáttina. Skipting verðmæta líka atriði sem við getum ekki vikist undan að ræða eins og ég kom inn á hér áðan. Hver á að njóta verðmætana af auðlindunum okkar? Er það einstaklingurinn? Er það landeigandinn? Er það ríkissjóður? Viðskiptavinurinn? Er það almenningur á heimili? Er almenningur á heimili, er það eitthvað annað en ríkissjóður, sjóður okkar allra? Svona má lengi spyrja, en við þurfum að velta þessu fyrir okkur og ætla ég ekki að nefna frekari atriði hér varðandi þetta, þótt ég geti haldið áfram með allan dag með þetta. En í þessu sambandi má velta fyrir sér hvort það skipti öllu máli hvert verðmætin renna. Umræða hefur verið stóriðju, en hlutur hennar í uppbyggingu raforkukerfisins og atvinnulífs og þýðing fyrir einstök byggðarlög má ekki vanmeta. Hvernig sem þau mál snúa er það stefna Landsvirkjunar að hlúa vel að núverandi viðskiptavinum en auka fjölbreytni viðskiptamannahópsins eins og Hörður kom inn á í erindi sínu. Ég hef nú varpað fram tveimur meginatriðum þegar kemur að efnisatriðum sáttar. Jafnvægi milli verndar og nýtingar og skiptingu verðmætanna. Þetta er langt í frá tæmandi talning og eflaust þykir einhver önnur atriði skipta máli. Við getum vonandi rætt það betur síðar. Næst er að athuga hvernig við vinnum að sáttinni. Ég ætla að nefna 3 atriði í því sambandi. Hvernig? Eins og ég nefndi áðan hefur Landsvirkjun sett sér það markmið að skapa stuðning og samstöðu með opnum samskiptum. Það er á brattann að sækja. Við höfum þó ekki setið auðum höndum og höfum unnið markvisst að því að auka gegnsæi. Það verður samt sem áður að viðurkennast að það er ekki unnt að vera algjörlega opin. Ekki unnt að vera algjörlega opin og gegnsæ. Ýmis atriði eru og verða trúnaðarmál þegar kemur að viðskiptahagsmunum fyrirtækisins. Svona er það. Þið sjáið upptalninguna á glærunni það helsta sem við erum að gera, en ég vek sérstaka athygli á nýrri vefsíðu sem reyndar verður í stöðugri þróun núna framvegis og stefnu okkar samfélagslega ábyrgð sem á eftir að verða eitt af áhersluatriðum okkar á komandi ári. Annað öflugt verkfæri í átt til sáttar er orðræðan. Ég tel að þar getum við öll gert miklu betur. Við verðum að virða ólík sjónarmið hvers annars og nálgast umræðu þau af fagmennsku. Við verðum að hlusta á hvert annað og gera okkur grein fyrir því að hvert og eitt okkar hefur eitthvað til málanna að leggja. Ef maður sýnir virðingu þá nýtur maður virðingar. Umhverfismál og virkjunarmál eru ekki sitt hvor póllinn á sitt hvoru plánetunni. Umhverfismál og virkjunarmál eru einmitt nátengd og það að skipa fólki annaðhvort í umhverfi sinna eða virkjunar sinna, annað hvort, það þykir mér hrein tímaskekkja. Ég vil nefna hér að rödd hinna frjálsu félagasamtaka sem starfa að umhverfisvernd er nauðsynleg og nauðsynlegt að hún sé sterk og hafi vægi. Að sama skapi hefur það mikla þýðingu að slík samtök hafi viðunandi starfsumhverfi til að þau geti verið sterkur aðili í umræðunni. Sáttaumræðan verður ekki samfærandi nema jafnræði sé með aðilum. En orðræðan ein og sér nægir ekki. Við verðum að geta treyst á að orðræðan sé sett í ferla og hún skil okkur einhverjum árangri. Þarna skipta hinni lögbundnu ferlar gífurlega miklu máli og þeir verða að vera skilvirkari. Mat á umhverfisáhrifum á ekki að vera myllusteinn háls þess sem vill virkja. Matið á þvert á móti að vera hjálpartæki hans til að tryggja að fari sér í nauðsynlegar mótvægisaðgerðir og hönnun breytt til að lágmarka umhverfisáhrif. Umhverfismatið á með öðrum orðum að vera besti vinur þess sem framkvæmir. Skipulagsferli á að skilja röddum sem eiga að gagna samfélaginu til góðs, þá sérstaklega nærsamfélaginu. Skipulagsferlið, það er ekki formsatriði. Ef þátttaka almennings er dræmi í þessum lögbundnu ferlum, þá er annaðhvort eitthvað að ferlunum eða því sem lagt er á borð. Spyrja má hvort skýrslur og gögn í þessu samhengi séu of tæknileg og flókin og hvort ferlið sé þannig óaðgengilegt. Ekki er hægt að skilja við þetta málefni án þess að nefna örstutt rammaáætlun til sögunar. Rammaáætlunarferli getur, ef vel tekst til, verið mjög öflugt verkfæri til sáttar. Málið er kannski bara flóknara en það leit út fyrir. Eða kannski var það nákvæmlega jafn flókið og það leit út fyrir að vera.
Að raða virkjunarkostum í flokka er ekki einfalt, en það er heldur ekki óvinnandi vegur, sérstaklega ef endurskoðun á flokkum fer fram með reglulegu millibili. Erfitt getur verið að komast að endanlegu samkomulagi um flokkun og því má velta því fyrir sér hvort að auka þurfi vægi, til dæmis stofnunar á borð við Umhverfisstofnunar eða Orkustofnunar í ferlinu. Það er, nota þann farveg til að setja frekari skilyrði og hafa eftirlit ef vafaatriði eru uppi, sem þau eru sjálfsagt einhver oft. Nú hef ég farið yfir nokkuð verkfæri sem unnt er að nota í átt til sáttar. Landsvirkjun hefur ekki áhrif á öll þeirra, en við getum lagt okkar að mörkum. Og óskastaðan er sú að allir leggja eitthvað að mörkum. Til þess að skilja málið ekki alveg eftir í lausu lofti, ætla ég að nefna hér nokkur atriði í veginum fram á við. Í fyrsta lagi, Landsvirkjun hefur lagt áherslu á opin samskipti. Við teljum að við getum þó gert betur í að upplýsa undirbúning, framkvæmdir og rekstur virkjana okkar. Við erum með öflugt samskiptasvið sem mun leiða þá vinnu. Eitt skref að mörgum er í þá átt að stórauka upplýsingar virkjunarkosti sem eru til skoðunar og gera það á vefsíðu okkar. Munu þær upplýsingar verða aðgengilegar innan tíðar. Einnig munum við setja samskipti við íbúana og nærsamfélagi í fastari skorður. Svona eitt af mörgum atriðum sem við ætlum að huga að. Annað. Við ætlum að taka til okkar þá áskorun að stuðla að upplýstari og faglegri umræðu. Við ætlum að hlusta á sjónarmið annarra og vega þau að meta. Taka einfaldlega þátt í að gera umræðuna betri. Þriðja. Við viljum leggja okkar að mörkum í að huga vinnubrögðum okkar þegar kemur að ferlum sem er ætlað að þjóna hagsmunum náttúru og umhverfis, hagsmunum samfélagsins og auka þátttöku almennings. Að vísu höfum við afar takmörku áhrif á hvernig hinir lögbundnu ferlar eru, en við getum ekki að þeirri ákvæmstöðu vikist undan því að gera betur. Það er áskorun að ná eyrum almennings og tryggja þátttöku borgarna og það er eins og annað, það er ekki ómögulegt. Fjórða og síðasta atriðið. Við ætlum að huga betur umhverfismálum fyrirtækisins. Við höfum verið að gera marga góða hluti, en það er alltaf hægt að gera betur. Þróun í þessum málaflokki er með þeim hraða að við þurfum að hafa okkur öll við. Við höfum sagt að við ætlum að vera í fararbroddi. Við viljum ekki vera í vörn og við þurfum ekki að vera í vörn. Við erum þegar með öfluga liðsheild í umhverfisdeild og umhverfisstjóra. Þetta er samt samvinnuverkefni alls fyrirtækisins. Við viljum vera gagnrýnni á okkur sjálf, leita meira til frjálsra félagasamtaka og fá á borði ólík sjónarmið. Auk þess viljum við finna opnari nálgun á umhverfismálin sem gagnast einfaldlega fleirum. Maður getur orðað þannig hálfkæringi að við ætlum að reyna að gera umhverfismálin skemmtilegri. Það er auðvelt að segja þetta, en það er erfiðara að hrinda í framkvæmd, þannig að eflaust þurfum við að reka okkur á í þessu ferli. Ef við ætlum að gera þetta, við skorum á okkur öll að koma með okkur í þessa vegferð. Takk fyrir. Ágætu gestir, já, kæra þakkir Ragna. Og þá er komið að þeim lið að við höfum lokið þessum framsöguerindum og erum búin að ramma inn þessi 3 gildi okkar Landsvirkjunar og starfsfólks fyrirtækisins, framsækni, ráðdeild og traust. Þá verður boðið upp á spurningar og svör og Hörður, Einar og Ragnar ætla að koma hérna upp á svið. Það er verið að koma fyrir mikrofónum og hér verða 2 aðstofamenn í salnum sem að verða með hljóðnema. Hvar eru þeir? Þarna eru þeir. Þið kannski hérna annar kannski færi sér svona, þeir myndu vera svona sikkur megin í salnum. Og við höfum ágætis tíma áður en að kaffið byrjar. Og þess má geta að það er nánast setið í hver einasta sæti í salnum sem voru 410 þegar við töldum hérna fyrst. Og til fróðleiks má geta þess líka, ég fengi upplýsingar um það að það eru að minnsta kosti 150
aðilar að horfa á beina vefútsendingu af þessum fundi. Fyrirspyrjendur myndi ég vilja óska eftir því að kynni sig og tali vel í hljóðnemann, líka þannig að þeir sem eru að horfa á vefútsendinguna heyri fyrirspyrjuna og svo myndum við gefa þeim orðið. Það voru einhverjar hendur hérna komnar á loft, bara gerðu svo vel. Hljóðneminn. Ég hvet ykkur eindregið til þess að spyrja, þetta tíminn, eða koma með sjónarmið. Góðan daginn, ég þakka fyrir fundinn. Ég heiti Steingrímur Sigurjónsson, byggingafræðingur. Ég ætla að spyrja Hörð hérna núna þegar ég fara að auka vatnsmagni í Þjórsá. Það verður dálítið erfitt að fara að hanna þá virkjanir í Þjórsá svo allir í náttúruverndarstefnunni sé sáttir. Ertu með einhverja góða hugmyndir hvernig þetta virka á þess að skemma náttúruna? Takk. Það er vissulega réttingur að þessar virkjanir hafa alltaf umtalsverð áhrif á náttúruna, það er alveg óhjákvæmilegt. Við reynum hins vegar að takmarka þau áhrif eins og mögulegt er og kannski kosturinn í Þjórsá er það að það er þegar búið að byggja alla miðlæðirnar. Þannig að ef til kæmi til frekari virkjana þá eru þau mjög óverulegar miðlanir, það eru raun og veru bara inntakslón sem er ekki notuð til að safna vatni, þannig að við teljum að það sé hægt að gera það þar með lágmarksáhrifum en það er alveg rétt sem að kemur fram í spurningun að það er óhjákvæmilegt að þau hafi umtalsverð áhrif, svona framkvæmdir. Salurinn bara stúm eftir þessi erindi? Nei, nú koma margar hendur á loft. Hérna, þið með hljóðnemana, strákar, eða myndið bara fara til dæmis þannig á þetta borð. Og við skulum kannski safna saman nokkur spurningum. Já, ég með eina hérna fyrir Hörð. Ég má ráðvíst að kynna sig Ágúst Valfors heiti ég, verkfræðingur. Ég ætlaði að spyrja hvað þarf sæstrengur að geta borið mörg megavatt til þess að borgi sig yfir höfuð að leggja sæstreng. Það spurt sæstrenginn, þarna eru 2 hendur á lofti. Hérna. Valdimar Jónsson heiti ég, verkfræðingur, og ég vil þakka kærlega fyrir þennan haustfund sem er mjög áhugaverður. Ég hef eina spurningu, en smá inngang. Að fyrir skömmu þá birtust þær fréttir að erlent ráðgjafafyrirtæki, McKinsey, hafi lagt fram skýrslu efnahagslíf Íslands og framtíðarsýn sem hét nafninu Charting the Growth Path for Iceland. Einnig kom með þessari frétt að fyrirtæki hefði unnið þessa vinnu öllum að öðrum að kostnaðarlausu og þetta væri gjöf til þessar litlu fallegu þjóðar, Ísland. Nú spyr ég, hvernig hefur McKinsey á undanförnum árum unnið fyrir Landsvirkjun eitthvað í svipuðum dúr og þessi skýrsla og ef svo af hverju hefur þetta þá ekki verið birt opinberlega? Þakkum fyrir það og næsta spurning þarna. Mér langar að þakka fyrir afskaplega frambærilegar kynningar hérna hálfveika stjórnenda Landsvirkjunar en mér leikur svolítið forvitni á að vita því. Ég heiti Magnús Hreggviðsson. Hver eru viðhorf þín eða ykkar stjórnenda Hörður gagnvart því hvort að lífeyrissjóðirnir verið gefinn kostur á að fjárfesta í Landsvirkjun og númer 2, telur þú þörf á auknu fjármagni inn í Landsvirkjun? Það spurtur lífeyris og einhverja fleiri.
í þessari umferð? Já, gjörðu svo vel. Þarna er Ómar Ragnarsson. Endilega bara... Takk fyrir góðan fund. Ein spurning bara til þess að upplýsa okkur. Mesta raforkuþörfin í Evrópu ef sæstrengur verður væntanlega á veturna, þá er einmitt minnst vatn hjá okkur. Er búið að reikna út hvernig þetta nýtist okkur samt. Svo er bara ein spurning innan úr kerfinu, er einhver fótur fyrir því að það þurfi að fara að endurnýja hverflana í Fljótsdalsvirkjun 30-40 árum fyrir en áætlað var. Takk. Takk fyrir það. Ekki byrja bara? Þá skulum við bara byrja að svara þessu og það verður nægur tími fyrir frekari spurningar, þannig að endilega komið með hendur á loft leið og næsta umferð hefst. Ég byrja á spurningu frá Ágústi Valfells varðandi hvað þarf sæstrengurinn að bera, þetta er það sem verið að skoða. Ég legg þá mikla áherslu á það að það er verið að skoða svokallega arbitrage á strengnum eða bæði útflutning og innflutning sem geti verið mjög áhugavert að selja þegar að verðið er hátt og kaupa jafnvel tilbaka þegar verðið er lágt. En svona almennt svona varðandi stærð á sæstrengum að þá eru norski strengurinn hann er 700 megawatt og breski strengurinn sem er nýkominn milli Bretlands og Hollands hann er 1200 megawatt og svo strengirnir eru almennt að stækka. Það er mjög áhugavert að stækkunin kostar mjög lítið sem opnar mjög möguleikana á þessa arbitrage möguleika. En það er ekkert komið svo langt með þetta nákvæmlega en ég myndi halda það svona tæknin, menn myndi horfa mikið á tæknina að þá er það svona bilinu 700 til 1200 megawatt en það er mjög mikilvægt að reikna það ekki yfir í virkjanir af því að þetta yrði aldrei nýtt þannig að mínu mati og þess að norski strengurinn er ekki að virka þannig. Varðandi spurningu Valdimars þá varðandi McKinsey að þá hef ég lesið skýrslu sem fjallar almennt efnahagslífið á Íslandi. Áhugaverð skýrsla sem vonandi fær bara góða umfjöllun. Varðandi aðkomu ég var ekki alveg hvað spurningi var en varðandi hvort að McKinsey hefði unnið fyrir Landsvirkjun, þá hefur McKinsey unnið fyrir Landsvirkjun. Við nýtum okkur fjölda erlendra ráðgjafa, meðal annars McKinsey og fjölda af ráðgjöfum til dæmis á bandarísku orkumarkaðnum og evrópsku orkumarkaðnum og fleira. Almennt upplýsum við ekkert sérstaklega þá, en þeir eru raun og veru niðurstöður þeirra vinnu endurspeglast í allri okkar stefnumótunar vinnu. Og það, ef menn skoða til dæmis, held ég, ársfundin okkar í fyrra, eða ársfundin núna, ég man ekki hvor fundur það var, þá geta menn fundið svipaðar myndir sá ég og McKinsey notaði, þannig að menn geta þekkt myndirnar sumar. En ég held að það sem er vísuð í okkur, eða vísuð úr því okkar vinnu, það held ég að allt birst áður á okkar fundum, eða okkar erindum og sambærilegum fundum og þessum. En almennt vitnum við ekkert sérstaklega og það er beiðni ráðgjafanna, það er ekki gert. Það tíðkast almennt ekki að vitna í ráðgjafa sem menn nota. Enda er öll vinnan á ábyrgð fyrirtækisins. Spurning Magnúsar lífeyrissjóðana, þetta er bara hápólitísk spurning. Varðandi það að fá lífeyrissjóðana inn í Landsvirkjun, það er náttúrulega bara ákvörðun eigandans. Eigandinn ákveður að styðja við, Landsvirkjun hefur ákveðið að styðja við Landsvirkjun mjög mikið á undanförnum árum með ríkisábyrgð. Landsvirkjun hefur samt fulla ríkisábyrgð. Það er mjög óvanleg leið til þess að fjármagna fyrirtæki, með því að tekin mikil áhætta og þannig að það var bara valið en ég sé en það er raun og veru bara ákvörðun eigandans hvort það sé valið að hleypa lífeyrissjóðum með öðrum fjárfestum. Hvort Landsvirkjun þurfa á auknum fjármunum að halda, það ræðst mjög af í hvaða framkvæmdir Landsvirkjun ræðst. Landsvirkjun er í dag skuldsett félag. Við erum samt að ná að borga niður skuldirnar okkar nokkuð hratt eins og við komum fram hjá okkur á ársfundunum. En fyrirtækið er raun og veru enn of skuldsett. Þannig að það væri mjög jákvætt að fá inn eigið fyrir fyrirtækið. En það er ekki bráðnauðsynlegt. En ef fyrirtækið myndir ráðast í umtalsverðar framkvæmdir, þá held ég að það ætti að skoða það mjög vel að gera það frekar með eiginfjárframlagi heldur en ríkisábyrgð. Ríkisábyrgð er ekki mjög svona gegnsæ leið til þess að fjármagna fyrirtæki eins og Landsvirkjun. En sjálfsögðu fær. Spurningu Ómar, ég ætla að taka kannski aðra og Einar taki kannski hinn helminginn.
Það er einmitt verið að skoða, einmitt þetta er mjög áhugavert einmitt að skoða þessa möguleika að hvenær er mest þörfin í Evrópu. Það er klárlega á veturnar. En það sem væri kannski líka hægt að gera, það væri sæstrengur, það væri hægt að taka aðeins meiri áhættu í rekstrinum þegar lónstaðan er óviss, sérstaklega til þess að þessu tíma, það er mest óvissan að út á þessu tíma núna, hvernig lónin munu fyllast. Því að ef að menn tækju aðeins svo mikla áhættu þá væri þetta að snúa strengnum við. En nú þurfum við aftur á móti að vera mjög varfærin og gera ráð fyrir því versta sem getur gerst. Sem þýðir það að við erum alltaf með verulega umframgetu í kerfinu sem endurspeglast síðan í yfirföllum í lónum og lónin eru alltaf hálffull hjá okkur jafnvel þegar þau byrja að fyllast aftur. Einar, varðandi spurninguna? Já, varðandi setjum spurningar hjá Ómari, varðandi hverlan í Fljótsdalsstöð, hvort að þetta endurnýja þá 30-40 árum fyrr en ella, þá er svarið nei, að það er ekki fótur fyrir þessu. En mér langar svona bara að minna á það sem ég kom inn á í erindi mín áðan varðandi orkumannvirkin, að það sem ég sagði að raf- og vélbúnaður endist og væri afskrifað 30-50 árum og væri raunverulega 10% af byggingarkostnaði mannvirkjana og hluta því sem kemur til endurnýjunar reglulega á líftíma virkjanna. En varðandi sem sagt spurninguna, að þá er sem sagt ekki fótur fyrir þessu. Þar höfum við það. Það voru einhverjar hendur hérna á lofti áðan, eða allavega einhverjur eru vonandi búin að hugsa sig ekki satt, eða hvað. Ef viljið segja þetta gott. Allir vilja fara að komast í bakkelsið. Þarna er einn fyrir miðju, fyrir aftan miðla og fleiri hendur á lofti, já. Gjörðu svo vel. Ég þakka fyrir góðan fund. Helgi Þór Helgason heiti ég og verkfræðistofunni Verkís. Við langar að nú liggur fyrir Alþingi breytta rammaáætlun frá því sem kom út úr ágætri vinnu. Getur lagt eitthvað mat á það hvernig þetta takmarka getur Landsvirkjunar á komandi árum ef þetta verður samþykkt svona til að bjóða samkeppnishæfa orku? Og kannski til Rögnu, þú myndist á breiða sátt og samráð við félagasamtök. En hvernig tryggjum við að hinn þögli meirihluti sem gjarnan styður framkvæmdir, sem sagt hans sú rödd heyrist líka? Takk fyrir. Takk fyrir. Það er fyrirspurnir þar og gjörðu svo vel hér í næsti. Paul Jónsson heiti ég. Sæstrengurinn, í hverju felst viðhaldi á honum og hvað er kostnaður mikill af því? Það var spurt kostnað af sæstreng. Fleiri sem vilja koma með fyrirspurnir eða einhver stutt viðbrögð á erindin, ekki hika við það. Engin í bili. Já, gjörðu svo vel. Endilega standi líka bara upp og hérna með hendur á loft. Ég sé stundum ekki alveg. Gjörðu svo vel þarna. Já, góð dagur, Ruth heiti ég og kemur á Skipulagsstofnun. Mig langar að beina spurningum til Rögnu. Það er ljóst að Landsvirkjun horfir til vindorku og nú að setja upp vindmyllur við Búrfell. Svona í ljósi þess að opna þessa umræðu og skapa traust að þá spyr ég hvort að það standi til að opna eitthvað frekar þessa umræðum svona fýsileika könnun hvar Landsvirkjun sér fyrir sér að setja þessar vindorkustöðvar niður. Svona meðal annars í ljósi þess líka að nágrannalönd okkar að lenda í töluverðu vanda þegar að því kemur að reisa þessi mannvirki. Takk. Það var spurt vindmyllunar og þarna fyrir aftan myndavelina er annað fyrirspyrjandi. Já, Unnsteinn heiti ég. Ég ætlaði nú að spyrja vatnsafls eða svo sjávarfallavirkjun hvort að menn ekki í startholum að athuga það eitthvað. Kæra þakkir, eru fleiri. Erna Indriðadóttir. Við myndum koma mikrofón hingað fremst. Já, mér langar bara í framhaldi af spurningu hér kostnað við sæstrenginn að spyrja
hvernig verðið myndi skiptast, þar að segja orkuverðið sæstrenginn, það ekki þeir sem dreifa og þeir sem eiga sæstrenginn og þeir sem dreifa orkunni erlendis og svo framvegis, fá þeir bara ekki stóran hluta af því verði sem Landsvirkjun myndi fá fyrir orkuna? Kæra þakkir, Erna. Það alveg pláss fyrir fleiri í þessari umferð. Hvað? Við ekki bara leyfa ykkur að svara, Hörður. Og ef þið hafa fleiri spurningar, þá getum við tekið eina umferð í lokin. Og þegar við komum þá aftur, þá sé ég kannski hendur á lofti. En ef ekki, þá getum við líka alveg klárað þetta eftir þeirra svör og við drífum okkur þá í kaffið. Ég byrja á að taka spurningar sem beindust til mín. Spurði Helgi rammaáætlunina. Vissulega ráðast möguleikar Landsvirkjunar af því hvaða kostir lenda í nýtingarflokki. Það ekkert flóknara en það. Þannig að það er bara beint samhengi þar á milli. En það náttúrulega bara það umhverfi sem við búum við og algjörlega eðlilegt að það eru stjórnvöld sem ákveða hvað heimilað og mikilvægt bara að reyna að tala heildarmyndina. Okkar stefna snýst ekki einstaka virkjunarkosti en vissulega vonumst líka til þess að fá sem flesta þá kosti sem við höfum rökstutt í nýtingarflokk. En þegar þeir falla út og dragast möguleikarnir okkar saman. Pól spurði sæstreng, kostnað og viðhald. Þetta liggur ekki fyrir, þetta náttúrulega það sem verið að skoða og vonast til að muni liggja fyrir svona á miðju ári þegar nefnd atvinnuvegaráðuneytisins lýkur störfum. Þá vonum við að þetta liggi svona gróft kostnaðar, það verður bara gróft kostnaðar þá. En það er oft nefnt að nefna tölur, en tölur sem hafa verið nefndar eru svona 1,5 til 2 milljarðar evra. Þetta er mjög dýr framkvæmd. Viðhaldið, það virðist vera að þessi rekstur þessar strengja gangi mjög vel þegar þeir eru komin í rekstur og með litlu viðhaldi. En oft koma smá barnasjúkdómar upp þegar vera að taka það í notkun. Kannski taka spurningu Ernu á sama tíma. Hvernig skiptist arðurinn? Það er náttúrulega grundvallaratriði. Hvort þetta verkefni sé áhugavert. Það er hvernig arðurinn skiptist og þarf að kanna það algjörlega. Þetta er náttúrulega eingöngu áhugavert ef að bróðurparturinn af arðinum lendir á Íslandi. Það er algjörlega kristaltært í mínum huga. Það sem styður þetta hins vegar að það er mjög mikið til skiptana. Sem þeir mun horfa á til dæmis þar sem við berum okkur saman við sem offshore vindur, sem hin leiðin sem til þess Bretar að fara. Þar er kostnaðarverðið núna sirka $200 á megavattstundina sem Bretar að borga fyrir það. Gera ráð fyrir árið 2020 verða komin í $160. Þannig að það er mikið til skiptana en það er algjör forsenda fyrir þessu verkefni hvað myndi falla í hlut Íslendinga og að sjálfsögðu á móti hvaða áhættu við þyrftum að taka. En enn og aftur sem kom skýrt fram í erindi mínu, þetta er bara einn af valkostum sem við áhuga að skoða en alls ekki ljóst hvort að við leggjum til að vera farið í hann. En hann er mjög áhugaverður. Sjávarfallavirkjanirnar, það er mjög áhugaverð hugmyndir, það eru bara komnar mjög stutt. Við höfum sett okkur það markmið að vera framarlega í nýtingu og endurnýjun orkugjafa á Íslandi. Bara almennt, þar með talið vindorku sem er komið mjög langt og er gríðarleg uppbygging allan heim á vindorku, þar sem aðstæður eru góðar, sérstaklega á landi og nú í auknum mæli út á sjó. Sjávarfallavirkjanirnar eru komnar mjög mun styttra. Við erum hins vegar þátttakendur í svoleiðis verkefnum og munum fylgjast náið með því og styðja þau. En það er hins vegar bara lengra fram í framtíðina að þau verði raunhæf sem umtalsverð framleiðsla. En vissulega áhugavert sem þarf að fylgjast mjög náið með. Það eru mjög fáar sjávarfallavirkjanir í heiminum sem hafa verið byggðar. Já, ég þakka spurningarnar. Helgi, þú spurði minn þögla meirihluta og hvernig næði að tryggja rödd hans og það er mjög góð spurning vegna þess að það var í rauninni inntakið af því sem að ég vildi sagt hafa, það er að segja. Ég tel að þegar við tölum vernd og virkjun og þegar við tölum umhverfismál og virkjunarmál, þá verðum við að varast þessa flokkadrætta, við verðum að varast það að skipa okkur í þannig hópa. Við getum ekki rætt þetta án þess að vera hrætt það að vera flokkuð í annað hvern hópinn.
og það er mjög slæmt ef einhverja ákveðna hópar hertaka umræðuna þannig að aðrir komast ekki að. En það er kannski ekki vegna þess að þessir hópar ætli sér að hertaka hana, heldur bara verður þetta einhvern veginn þannig að okkur misjafnlega gefið að stíga fram og taka þátt, og þá er það líka spurningi hvernig á að taka þátt. Og ég held kannski bara ég hafi verið dálítið mikið að tala sjálfa mig, að hvernig fer maður að því að vera þessi virkjunarsinnaði náttúruverndarsinni sem maður og hvernig kemur því á framfæri. Og ég held að það sem ég nefndi gegnum bæði það að við förum að ræða þetta aðeins öðruvísi og það að við reynum að taka meira þátt í gegnum hina lögbundnu ferla, það finnst mér vera mikilvægt. En þegar talað frjáls félagasamtök þá eru þau mjög mikilvæg rödd og þau eru auðvitað ákveðin, þriðji geirinn eru auðvitað ákveðin svona ákveðin fulltrúar almennings líka, þannig að því má ekki gleyma. Það kom hér spurning, ég náði ekki nafninu, frá Skipulagsstofnun. Það var vindorkuna og við erum sem sagt að fara að reisa 2 vindmyllur í desember og það ákveðin rannsókn og þróun sem fer í gang með þeim. Og vissulega þá viljum við fá þetta umræðu. Við viljum auðvitað fá aðeins að vita fyrst hvað við erum með í höndunum, en það náttúrulega brennur á okkur að kynna það sem við erum að gera, og við munum gera það og bjóða upp á umræður það. Nákvæmlega hvernig erum við ekki búin að leggja niður fyrir okkur, en það er alveg ljóst að umræðum vindorku hefur verið mjög áberandi annars staðar þar sem að vindmyllur hafa verið reistar og ekki kannski hægt að gera ráð fyrir öðru en að verði umræðum það líka hér og kannski áberandi, en við verum bara að sjá til með það. Þannig að þetta var góð spurning og þörf áminning til okkar hjá Landsvirkjun. Takk. Var það komið? Það eru fleiri spurningar. Ef að maður með hljóðnemann myndi fara þarna að miðjunni, eru fleiri, endilega standið upp og veifið til mín. Já. Þá er þú næstur. Góðan daginn allsumul og takk kærlega fyrir áhugaverð erindi. Ég heiti Hólmar Svansson, verkfræðingur hjá Capacent. Mig langar aðeins að heyra frá þér, Hörður, varðandi þú nefndir Noregs sæstrenginn til Hollands og 14% hækkun á raforkuverði sem varð við þessa samtengingu á orkumarkaði. Hvernig, nú heyrir maður svona í samfélaginu hér að menn hafa aðeins áhyggjur af þessu. Ef við færum út þetta hér, myndi þetta ekki þýða það að íslenskur almenningur myndi þurfa að gera ráð fyrir hærra orkuverði til sín og þá jafnvel enn hærra orkuverði á veturna þegar meiri eftirspurn í Evrópu vegna húshitunar og einhverju slíku heldur en á öðrum tímum. Og eins og þú nefndir líka, þá eru iðnaðarsamningarnir meira föst verð til lengri tíma, þannig að þetta myndi kannski fyrst og fremst leggjast á almenning, þessi tenging. Er þetta rétt? Takk. Hér var spurning. Já, Guðfinnur Jakobsson heiti ég. Ég vil þakka fyrir góð framsögu erindi, fróðleg og góð. Ég formaður samtaka sem kallar sig Sól á Suðurlandi og við höfum verið að berjast fyrir verndun neðri hluta Þjórsár og ein spurning, í sumar horfi ég yfir Þjórsá austur að Hvammi og horfi þar á bora vera á fullu borandi fram og tilbaka fleiri mánuði. Ég horfi á það á hlaðinu hjá mér. Mér finnst það svolítið ósamræmi við það sem ég heyrði góða ímynd og góð samskipti og upplýsingar sem að Landsvirkjun vill hafa. Að þarna sé staðið í stór framkvæmdum eða undirbúningi framkvæmda meðan að þetta verkefni, þessar virkjanir í neðri hluta Þjórsá, eru í biðflokki. Er þetta samræmjanlegt? Í mínum huga er það ekki. Það spurtum undirbúningsframkvæmdir vegna virkjanir neðri hluta Þjórsár. Eru fleiri spurningar, þetta þá svona loka umferðin, þannig að þau fá loka orðin hér og síðan förum við í kaffi og kleinur sem viljum gera það. Er einhver að biðja orðið? Mér sýnist ekki. Þá bara að gera þess vel. Já, spurning Hólmars raforkuverðið. Ég alveg sammála því að þetta veldur heilmiklum áhyggjum í umræðunni heyrimaður.
og þetta veit ég að eitt af þeim viðfangsefnum sem að nefnd atvinnuvegaráðherra mun fjalla og það hefur verið bent á það að það er hægt að koma til eitthvað að draga úr þessu ef áhugi en það er alltaf algjörlega stjórnvaldið að ákveða það. Varðandi raun og veru sæstrengsverkefni þá er ljóst að arðsemin sem yrði, hún byggist algjörlega á, hún er á engan hátt hugsuð frá almenningi. Það var hægt að þess vegna frá Landsvirkjunar vegna að þetta halda alveg föstu verði, að vísu mætti það ekki alveg út af raforkulögunni, en það er samt arðsemin á engan hátt reiknuð út frá hækkunum til almennings. Þetta er fyrst og fremst með bættri nýtingu, að aðgangi að nýju markaði og betri samningsstöðu gagnvart núverandi viðskiptavinum. En það er sem engin þörf á því að verkefnis vegna að það hækki, en það þarf að huga að markaðsaðstæðunum og hvort það sé yfir heimilt að fara þarna inn. En ég held samt að það sem er mikilvægt að hafa í þessu er alltaf heildarhagsmunirnir. 80% í dag af orkunni sem framleiðum fer til iðnfyrirtækja, 20% til heimila, framtíðin gæti þetta orðið 90% til iðnfyrirtækja. Þannig að þetta snýst kannski alveg eins og með fiskinn sem ég nefndi, þetta snýst kannski að fá besta verði fyrir fiskinn með heildarhagsmunina að leiðarljósi, þrátt fyrir að við þurfum kannski að borga hærra verð fyrir fiskinn. En þetta er raun hlutur sem þarf að skoða mjög mikið og fleiri atriði sem ég nefndi. Það eru kostir og gallar við sæstrengi og það er aðalega sem við leggjum mikla áherslu á að við þetta viðskiptatæki sé reynt að meta heildarhagsmunina að leiðarljósi. Varðandi spurningu Guðna að þá er þetta varðandi spurningu hvað við höfum verið að gera í neðri Þjórsá. Rannsóknin hefur alveg frá því að síðustu 4 árin verið með framkvæmdir í neðri Þjórsá í algjöru lágmarki. Við höfum samt verið að viðhalda hönnun og við höfum verið að skoða möguleika á ódýrari útfærslum og borðandi sumar tengdust því. Það hefur sem ég veit ekki allir á því að þegar það var ákveðið að fara í þessar framkvæmdir þá voru virkjanir í nýtingarflokki og þannig að við höfum verið líka að undirbúa virkjanir á Norðausturlandi í fullu samráði við stjórnvöld sem voru í nýtingarflokki. En vissulega er þetta vandratað og við höfum reynt að fara eins varlega í þessar virkjanarkosti sem hafa verið á leið í biðflokk og margir kosti sem við vorum með sem lentu í biðflokk. Þar hefur við reynið að stoppa allar framkvæmdir. En það er vandratað sérstaklega þetta tekið með lengri tíma með rammaáætlun búvörustaðar við. En við leggjum samt áfram mikla áherslu á það að vera í sátt og það er ekki hagsmunir okkar að ráðast í framkvæmdir sem lenda síðan í vernd til dæmis. Það reynum við að forða þess að mögulegt er. Þar með það komið. Þá er bara, held ég, okkur ekkert annað vanbúið en að fara að slíta þessum fundi að lokum. Ég vildi kannski nefna það eins og Ragna kom inn á og eins og þið sáuð hérna í upphafsglæru Harðar framsæknina að þar voru myndir af 2 vindmyllum og þið munuð vonandi sjá svolítið af þeim á næstunni. Það er fljótlega á dagskrá eins og Ragnar nefndi að þá er stefnt að því að reisa þessar 2 rannsóknar vindmyllur við hafið núna fyrir lok árs og þær verða fluttar núna á næstu dögum frá hérna Hafnarbakka, það sem að standa, upp að Búrfelli. Og ég vissum að fjölmiðlar og aðrir áhuga fólk munu sýna því mikinn áhuga og við munum kynna það líka seinna og þeir sem vilja kynna sér það sérstaklega geta líka skoða upptökur af haustfundur okkar fyrir ári síðan en þá voru vindmyllunar sérstakt dagskrárefni. En eins og síðastu haustfundur og ársfundur og þá þessi fundur að þá verða upptaka af þessum fundi og þessar glæru kynningar þeirra 3 verða aðgengilegar á nýjum vef Landsvirkjunar, landsvirkjun.is og einnig á landsvirkjun.com sem er enska útgáfa á vefnum en við erum að leggja aukna áherslu á það núna að hafa allt efni Landsvirkjunar einnig aðgengilegt á enskri tungu fyrir erlenda markaði. Ég ætla ekki að segja fleira þá, bara að slíta fundi. Þakka ykkur alveg kærlega fyrir komuna og þakka ykkur fyrir sem að heima voruð við tölvur eða við vinnu og bið ykkur bara að gjöra svo vel og njóta kaffiveitinga fyrir það sem við aðlum.